smá vandamál sko þar. Það ekki alveg. Nei, ég merkir ekki vel að hengja sér smá ákveðum. Alveg flott. Ég að fara... Nei. Já, það er væri. Bara næst við? Nei, ég að fara helgin til Stafan og ég fæ ekki að til vinstri. Hún að fara? Já, ég vil ekki verið í minni pakk, sko. Hún alltaf einhver stað. Já, nú kameran komin í loftið og... Já, gerur þetta náttúrulega bara... Frá blessum. Þetta, já. Já, það er rétt, sko. Ég fer út nefnilega 19. Þess. Ágæta bæjarstjórn, ungmennaráð Reykjanesbæjar, bæjarstjóri og gestir. Nú ætlum að byrja á því að þakka fyrir það að ungmennaráð vilji koma hérna til okkar. Og þetta er flottur hópur sem hefur margar góða skoðanir bæjarfélagið okkar og mannlífið, hvað við getum gert betur. Og ég fagna því að þau séu hérna mætt til okkar. Nú, okkur er ekkert af vanbúnaði. Ég gerir ráð fyrir því að það verði 8 fulltrúar sem að taka til máls hér frá ungmennaráði og síðan munum við heyra í bæjarfulltrúum í kjölfarið. Nú, fyrstur á mælendaskrá hjá okkur í dag er Hlynur Snær Vilhjálmsson, fulltrúi IRB. Og formaður ungmennaráðs og býði hann velkomin í pontu. Gjör svo vel, Hlynur. Góðan daginn, ungmennaráð og bæjarstjórn. Ég vil byrja á að segja ykkur
Hvað alltaf gaman að koma hingað ár eftir ár, kannski röflandi sömu hlutina, strætókerfið, sundlaugina eða félagsmiðstöðina, en samt sem áður okkur gefin þessi tími, þessi dýrmæti tími. Og oftar en ekki hefur okkur tekist að breyta hlutunum, stórum sem smáum, lengri opnunartímar í sundlauginni, ýmsa breytingar á skipulagsmálum, ungmennagarðurinn og nú seinast bíll fyrir félagsmiðstöðuna okkar. Okkur hefur nefnilega áunnist margt og sýnt fram að það að með fundum sem þessum, þar sem að ungt fólk hefur samtal við þá sem að völdin hafa, þá geta virkilega góður hluti gerst. Við í ungmennaráði starfsárið 2018-19 unnum saman að nýrri hugmynd sem okkur langaði að koma á framfæri. Við sammæltumst það að samhliða mikilli uppbyggingu inni í Njarðvík þyrfti að koma móts við allan þann fjölda ungs fólks sem býr og mun búa á svæðinu á næstu árum. Á næstu árum sjáum við fram á að íbúafjöldi svæðisins mun aukast til muna og af þeim íbúum sem flytja munu í hverfið verði barnafjölskyldur stærsti hlutinn vegna tilkomu nýs leik- og grunnskóla. Okkur kom saman að útivistarsvæði hugsað sem eins konar blanda af skrúgarðinum og ungmennagarðinum myndi henda fullkomlega inn í Njarðvík. Uppkast okkar að svæðinu var þannig að svæðið tiltölulega stutt frá fyrirhugari almenningssundlaug og íþróttasvæðin. Svæðið myndi bjóða upp á grillastöðu og leikastöðu þar sem við töldum að hoppudína, líkt og í 88-ásinu, myndi henta vel. Þetta yrði auðvitað allt gert með ákveðna skrúgara stemmingu í huga og væri þetta líka þessu við til að mynda Klambaratún í Reykjavík eða Víðistaðatún í Hafnarfirði. Að sjálfsögðu þyrfti verkefni sem þetta að fara í gegnum allt það skipulag sem því myndi fylgja. En við teljum að ef bæjarstjórn hefur hagsmuni og veljan íbúa efst í huga, þá ætti þetta ekki að vera óyfirstíganlegt. Með því að framkvæma verkefnið væri því að stuðla að aukinni menningu og fjölbreytileika í bæjarfélaginu. Og það eitt af því sem við erum alltaf að læra að skiptir meira og meira máli. Ef svo að þið sjáu ykkur fært að framkvæma verkefnið, þá myndum við ungmenni gjarnan vilja taka þátt í þeim undirbúningi sem í því felst. Höldum áfram að stuðla að bættum efnahag, en látum ekki menningu og afþreyingu sitja á hakanum. Áfram Reykjanesbær. Kæra þakkir Hlynur Snær. Næst það Betsy Ásta Stefánsdóttir, fulltrúi Akurskóla. Vil ég bjóða hana velkomna í pontu. Kæri bæjarstjóri, bæjarstjórn og aðri gestir. Góðan daginn. Ég heiti Betsy Ásta Stefánsdóttir og ég nemandi í 9. bekk í Akurskóla. Ég vil byrja á því að þakka bæjarstjórninni fyrir að koma og gefa sér tíma til að hlusta á okkur. Ég hef mikið verið að hugsa út í hvað mér langaði að segja og í rauninni kom alls ekki mikið með til huga vegna þess að ég kom með góða ræðu hvaða virkilega vantaði félagsmiðstöð í innri Njarðvík. En fyrst að það komið í vinnslu, þá hef ég bara eitt að segja og það hið margumtalaða strætókerfi. Það þarf virkilega að bæta strætókerfi í Reykjanesbæ. Það til dæmis mjög óhentugt að strætó hætti að ganga 8:30 og hann gangi bara klukkutíma fresti frá það bil 6. Það eru til dæmis ungmenni sem eru á æfingum sem eru mikið lengur en til 8:30 og það ekki sjálfgefið að foreldrar geti komið að sækja þau, sem erfitt fyrir krakka. Til dæmis krakkana sem búa í innri Njarðvík og þurfa að sækja alla sínar æfingar til Keflavíkur. Þess vegna legg ég til að lengja strætótíman til 10 í staðinn fyrir 8:30. Það með sagt langar mig bara hérna rétt í lokin að þakka bæjarstjórninni fyrir allt sem að gerast í innri Njarðvík. Takk fyrir áheyrnina. Kæra þakkir Betsy. Næst það Kládía Kulčević, fulltrúi Myllubakkaskóla og vil ég bjóða hana velkomna hér í pontu. Gerðu svo vel. Kæri bæjarstjóri, bæjarstjórn og aðri gestir. Ég heiti Kládía Kulčević og nemandi í 10. bekk í Myllubakkaskóla. Ég vil byrja á því að ræða flokkun
Mér fannst afar ánægilegt að sjá flokkunartunnurnar á göngunum í byrjun skólaás. En því miður of lítil fræðsla flokkun og sé ég marga henda plasti kæruleysislega í almennt sorp eða í tunnur fyrir mataleifar. Það verður að leggja áherslu á þetta mál og auka kunnáttu barna sem fullorðina á flokkun með því að til dæmis halda fyrirlestra og kynningar í skólum og á vinnustöðum. Einnig endar mikið magna af rusli á götum bæjarins og því finnst mér vanta flokkunartunnur út á víð og dreif bæinn okkar. Ef það yrði framkvæmt, myndum við halda bænum hreinni og leggja okkar á mörkum í verndun umhverfisins. Annað málefni sem ég vil ræðum strætókerfið. Strætó gengur því miður allt of stutt. Eftir 6:30 fer strætó á klukkutíma fresti og seinasta ferðin fer 8:30. Það gerir það að verkum að margir þurfa að mæta tiltölulega snemma á æfingar eða viðburði, þurfa að bíða lengi í krossmóa eftir næsta vagni eða komast ekki heim með strætó á kvöldin. Það er löngu komið tíma á að breyta þessu og vona ég að það gerist bráðlega. Að lokum vil ég þakka bæjarstjórn fyrir þetta flotta og eflandi tækifæri þar sem við, ungmenni, getum komið okkar skoðunum og hugmyndum varðandi bæinn á framfæri. Takk fyrir. Takk fyrir, Kládía. Haraldur Dýri Davíðsson, fulltrúi skátafélagsins Heiðarbúa, er næstur á mælendaskrá og bjóðum við hann velkomin í pontu. Gerðu svo vel. Ágæta bæjarstjórn og aðrir fundargestir. Eins og vanalega heiti ég Haraldur og kem fyrir hönd skátana. Í þetta sinn hef ég mjög lítið að segja, nema bara að við í skátunum höfum það fínt og eða allavega meiri hlutin á okkur. En við þurfum rúti fyrir allavega 40 manns eða svo. Svo við þurfum ekki að biðja foreldra okkar að borga gjald sem kostar kannski 5.000 krónur án þess að taka rútugjaldið inn í, sem þýðir allavega 7.500 kall á haus. Svo já, þetta var það helsta sem við langaði að segja. Takk fyrir að hlusta á okkur og í góðan dag. Takk fyrir, Haraldur. Næstur á mælendaskrá er Þorbergur Freyr Pálmarsson og kemur hér fyrir félagsmiðstöðina Fjörheima. Gerðu svo vel, velkomin í pontu. Komið þið sæl. Ég heiti Þorbergur Freyr Pálmarsson og er í 10. bekk í Heiðaskóla. Ég hef verið í Heiðaskóla alla mína skólagöngu og þangað til í fyrra alltaf búið nálægt skólanum. Í fyrra flutti ég og er því keppingur sem býr í Innri-Njarðvík. Ég flutti á Lerkidal og já, nánast út í Voga. Ég held að margir átti sig ekki á því hversu stórt þetta hverfi er. Það kemur heldur á óvart. Uppbyggingin hefur verið hröð í hverfinu en afþreying og annað ekki alveg náð að halda í við hana. Ég held að það er auðvitað nýlega komin kjörbúð sem er flott og það er skóli og annar í byggingu. Það sem helst mætti bæta við er að auka möguleikana á því að stunda fjölbreyttar íþróttir og afþreyingu í hverfinu. Það mætti til dæmis hafa almenningssundlaug, íþróttahús eða líkamsrækt. Reykjanesbær er heilsueflandi samfélag og þetta því alveg í takt við það. Ég verð einnig að nefna strætósamgöngur sem eru tímafrekar. Það væri mjög gott ef hægt var að fjölga ferðum. Ég er til dæmis í crossfit í sporthúsinu á Ásbrú og það er erfitt fyrir mig að nota strætóin. Það var mikil breyting á þegar fjörumaskutlarinn kom til sögunar og því þá er léttara fyrir mig að ferðast í 88-húsið og tilbaka og ég sjálfur nota hann mikið og það er jákvætt. Annað sem ég langar að nefna fyrir Reykjanesbæ er að það væri gott að stuðla að meiri fjölbreytni í íþróttum fyrir unglinga. Til dæmis væri hægt að setja fótdeildir fyrir borðtennis, badminton og svipaðar íþróttir. Takk fyrir. Takk fyrir, Þorbergur. Næst er það Ísabella Karlsdóttir, fulltrúi tónlistarskólans og bjóðum við hana velkomin í pontu.
Bæjarstjórn, bæjarstjóri, ég heiti Ísabella Karlsdóttir og er fulltrúi Tónlistarskóla Reykjanesbæjar. Það fyrsta sem ég langar að fjallum er ég handviss að myndi henta öllum stúlkum í skóla og það er að setja túrtappa og dömubindi inn á salerninu í FS. En í seinustu viku þá gerði nemendafélagið það, en ég veit að það vantar ennþá inn á salerninu í grunnskólum. Það næsta sem ég langar að fjalla eru umhverfismál. Ég legg til að það verði kennsla og fyrirlestrar hlýnun jarðar. Líkt og allir ættu að vita er þetta alvarlegt mál sem þarf að sinna. Það yrði kynnt hvað er í gangi og hvaða lausnir eru mögulegar og sérstaklega hvernig á að flokka. Skólar eru byrjaðir að flokka og mikilvægt er að krakkar viti hvert ruslið á að fara. Mín skoðun er að þetta myndi bæta hvernig fólk flokkar í skólanum og líka heima hjá sér. Ég hef oft spurt vinkonum mína og vini hvort þau flokki heima hjá sér. Sumir gera það en aðrir svöruðu að þau myndu gera það ef þau kynnu það. Takk. Takk fyrir Ísabella. Næst er að Sverrir Þór Freysson, fulltrúi Nemendafélags Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Velkomin í pontu. Háttvirtur bæjarstjóri og bæjarstjórn, ég vil byrja mitt erindi á að þakka ykkur fyrir að bjóða ykkur ungmennaráðinu og fund ykkar eins og hefði fyrir. Eins og þið vitið þá er samankomið endurnýjað ungmennaráð og því spennandi tíma framundan. Sverrir Þór heiti ég og langar að ræða hjólastíga fyrir hjólreiðafólk, en þeir eru ansi skornum skammti hér á okkar bæ. Mér finnst þeirra frekar fáir reiðhjólastígar, til dæmis í kringum bæinn okkar og inn í bæinn, og merktir hjólreiðastígar eru mjög fáir. Ef Reykjanesbær færi þetta þá erum við að koma til móts við ansi marga í okkar bæjarfélagi. Þar sem við erum heilsueflandi samfélag væri snillt að fara í þetta verkefni og breyta jafnvel samfélaginu okkar í eins mikinn hjólabæ og hægt væri. Eins mengun töluvert minni. Takk fyrir. Takk fyrir Sverrir Þór. Fílurétta Osman kemur hér í pontu og talar fyrir 88 húsið og vil ég bjóða hana hjartanlega velkomna í pontu. Kæra bæjarstjórn og fundargestir. Þetta umræðuefni hefur oft áður verið í loftinu og þar varðandi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Auðvitað kunnum við öll að meta starfsemi allra þar, en ég verð að segja að ég hafi áhyggjur af því þar sem með hverjum degi kemur enn eitt umræðuefni upp starfsemi starfsfólksins þar. Ég get tekið dæmi atvik þar sem ég var sjálfstödd eins og fyrir nokkrum mánuðum fór ég með vinkonu minni upp á spítala vegna þess að hún meiddist á hné á æfingu og tóku læknarnir myndir af hnénu og skoðu það, en sögðu að ekkert alvarlegt væri nema bara bólga og mögulega rifin liðþói. Til öryggis fórum við í bæinn og létum kíkja á þetta og kom í ljós að var að ræða rifin liðþóa og krossbandslið, eitthvað sem þau sá ekki í Keflavík. Fyrir stuttu síðan var ég með frænku minni þegar reynt var að taka blóðpröfu en ekki tókst það upp. Læknarnir gjörsamlega fundu ekki neina æð og stungu hana ég veit ekki hve oft. Hún var marin og með sár út allt þangað til reynslumeiri læknir kom á staðinn og tók pröfuna strax í einni stungu. Og auðvitað er þetta allt fyrirgefanlegt, en það væri það ekki ef alvarlegri atvik væri að ræða. Það eru kannski læknanemarnir sem gera flestu mistökin og það er ekkert að því, en það eru þau að læra. En ég skil ekki af hverju reynsluríkari læknar standa ekki með nemunum þangað til þau eru nógu hæf að starfa einn. Hægt er að taka Svíþjóð sem dæmi. Þar eru reynsluríkari læknar með nemunum en segja þeim ekki hvað að gera, heldur fylgjast bara með þeim. Ef þið myndi gefa því kost að skoða þessi mál, væri það vel þegið frá okkur öllum. Að lokum vil ég þakka ykkur bæjarstjórn fyrir að vera mætt hér og hlusta það sem við höfum að segja. Takk fyrir. Kæra þakkir. Næstur í mælindaröðinni er Aron Gauti Kristinsson og tala fyrir Myllubakkaskóla. Bjóðum hann velkomin í pontu. Kæra bæjarstjóri, bæjarstjórn og aðrir góðu gestir. Ég heiti Aron Gauti og er 15 ára nemandi í Myllubakkaskóla. Ég er sannkallaður íþróttastrákur.
Ég hafi fótbolta með Keflavík og hef gert það síðan ég var 5 ára og stunda líka dansnám og aðstofakennari í danskompani. Það því engin tilviljun að íþróttaiðkun var það fyrsta sem kom í huga minn þegar ég fór að velta því fyrir mér hvað ég vildi tala hér í dag. Það margt mjög jákvætt sem hægt að ræða tengt íþróttum hér í bæ, til dæmis það hversu margt í boði og hversu faglegt starf unnið á mörgum stöðum. Við erum mjög heppin að hér í bænum eru margir, metnaðarfullir og klárið þjálfarar og einnig eigum við fullt af efnilegum ungum íþróttakrökkum sem eru að gera góða hluti. En það því miður fullt af krökkum sem ekki stunda neinar íþróttir eða annað tómstundastarf. Auðvitað eru við eins misjöfn og við erum mörg og það hafi ekki allir áhugaðið sama, en það ættu allflest börn að geta fundið sig í einhverju tómstundastarfi, ef ekki íþróttum. Í mínum skóla eru margir nemendur sem ekki stunda neinar íþróttir eða taka þátt í neinu öðru skipulögðu tómstundastarfi. Það margt sem veldur því. Sumir eiga foreldra sem ekki hafa ráð á því að borga fyrir tómstundastarfið, en það ekki óyfirstígilegt vandamál, því ég veit að til eru sjóðir sem hægt að sækja styrki í og hefur skólinn aðstoðað við slíkt. Eins býður bærinn upp á tómstundastyrk sem hefur hækkað mikið síðustu ár og hlýtur að koma á góðum notum. Í skólanum mínum eru margir erlendir nemendur og það gengur stundum ekki nógu vel að koma þeim inn í menningun okkar því þeir skilja ekki alveg nógu vel og stundum því miður einangraðir vegna þess. Bærinn okkar og íþrótta- og tómstundafélög eru þó búin að taka sig á og gera nú ráð fyrir þessum hópi fólks og auglýsa jafnvel starfið sitt á fleiri tungumálum. Eins veit ég að skólinn reynir eftir fremsta megni að ýta þessum krökkum af stað og sumir kennarar eru jafnvel svo elskulegir að fylgja nemendur sínum á fyrstu æfingarnar. En svo er það ein ástæðan og líklega svo erfiðast að eiga við. Áhugaleysi. Ég vil ekki trúa því að litli krakkar hafi ekki áhuga að fara að hafa gaman með öðrum krökkum. En ég held að vandamálin liggi mikið til hjá foreldrunum. Það eru ómargir foreldrar sem hafa ekki áhuga og metnað fyrir hönd barnanna sinna og hreinlega nenna ekki að fylgja þeim eftir íþróttum eða öðrum tómstundum. Það er alveg ömurlegt. Af hverju segi ég það? Jú, íþrótta- og tómstundaiðkun hefur gífurleg áhrif á þroska og líða barna. Það er margt rannsakað. Fyrir utan það, hversu gaman það að fara að hitta aðra krakka, þá eykur það félagsþroska, hreyfiþroska og andlegt heilbrigði. Það er líka áhuggefni hversu margir unglingar hætta íþróttaiðkun á unglingsárunum, einmitt því að þörfin er mest. Ég er ekki alveg viss hvers vegna, en ég veit að það er ekki tímabært. Það er einmitt á unglingsaldri sem krakkar verða feimnari að gera hansi vilja og segja sína skoðun og gera stundum hvað sem er til að falla inn í hópinn. Það er líka þá sem allt breytist. Líkaminn er að breytast og hugsanir og tilfinningar líka. Og þá er aldrei mikilvægara að hreyfa sig, stunda reglubundna hreyfingu til að fá útrás og eflast líkamlega og andlega. Í íþróttum lærum við að vera í hópi með öðrum, virða aðra og styðja, við lærum að standa með okkur sjálfum og leggja okkur fram. Við lærum skipulag, stundvísi og sína metnað. Allt eru þetta líkir þættir sem gera okkar betri manneskjum. Þetta er uppskrift að heilbrigðu líferni. Þar sem við vitum þetta, hljótum við að vilja að sem flestir fái tækifæri til að upplifa þetta og læra. Ég held að við verðum að gera allt sem við getum til að koma öllum börnum og ungmennum inn í eitthvað íþrótta- eða tómstundastarf. Bærinn, skólarnir og íþrótta- og tómstundafélög þurfa að taka höndum saman og fara í allsherjar átak. Við þurfum að minna foreldra á það hversu dýrmæt fjárfesting það er að fylgja barninu sínu eftir í þessu og vera bæði uppáþrengjandi og ýtinn varandi það að allir finni eitthvað við sitt hæfi og þessi fylgt eftir. Það er ekki bara af því að það er svo gaman og svo gott fyrir alla, þetta er brjálæðislega góð fjárfesting í framtíð bæjarins. Það hafa aldrei fleiri ungmenni greinst með kvíða og þunglindi en nú og eins er allskyns óregla vaxandi vandamál. Tölum enn meira hversu frábært það er að stunda íþróttir og annað heilbrigt tómstundastarf. Fáum alla krakka inn í starfið. Það er algjörlega þess virði. Takk fyrir. Kæra þakkir Aron Gauti. Nú, þá er þessi flotti hópur sagt okkur pínlítið syndana og komið fullt af jákvæðum punktum einnig. Ég vil bara opna fyrir þá bæjarfulltrúa sem vilja tjá sig og gefa orðið laust. Margrét Sanders hefur kastið ljós. Gjörðu svo vel, Margrét.
Forseti, bæjarfulltrúar og ágæta ungmennaráð. Heppi var ég held að Guðnínu hafi verið á undan mér en þú horfir bara mikið til hægri og ég er ánægð með þig. En rosalega var ég var alveg ótrúlega ánægð með ræðurnar ykkar og ég sé að þið hafi verið í kennslu í ræðutækni og kannski veitir okkur sem að eru hérna í bæjarstjórn ekkert af því og taka ykkur svona horfa á ykkur sem fyrirmyndir. En það tvennt sem að mig langar að ræða. Mér langar að nefna ykkur öll og tala öll atriðin en ef að við gerum það öll að þá verðið þið hérna bara til 7 og það bæjarstjórnarfundur klukkan 5 og það gengur ekki. En það tvennt. Það annars vegar með innri Njarðvík sem við kölluðum krakkar þegar við vorum í Njarðvíkurskóla týnda Njarðvík vegna þess að þetta var tiltölulega lítið svæði og þó voru valla strætóferðir og það var ekkert að gerast þar. Þegar maður keyrir hérna núna þá týnist maður. Þá þetta eiginlega týnda Njarðvík vegna þess að ég hef hreinlega vilst hérna í alvöru. Þetta orðið gríðarlega stórt svæði og þetta algjörlega rétt sem þeir eru að segja og það svo mörg eitthvað sem nefndu þetta að afþreying þar mikilvæg og þá segjum við hvernig getum við leyst það. Ég held að við öll bæjarfulltrúarnir hér hefum einmitt verið að horfa til Stapaskóla fyrsta lagi til þess að búa þar til aðstöðu. Salurinn þar risastór og bókasafnum kringu það og félagsmiðstöð og allt þetta gefur gríðarlega mikla möguleika og ég held að það sé langbest að fá hugmyndir líka frá ykkur og starfsfólkinu sem að vinna með ykkur í félagsstarfinu og ungmennaráðinu að þið komið svolítið með hugmyndir hvernig þetta nýta hennar sal og þessu hennar risa aðstöðu betur, miklu betur. Varðandi borðtennis og badminton og svoleiðis, það væri alveg hægt að hafa klúbba í skólanum þráttur að við förum ekki að taka þetta af 88 húsinu. En þetta stórt mál og við skiljum þetta algjörlega og munum styðja ykkur í þessu. Varðandi íþróttirnar í innrakverfinu, þá eiga auðvitað að vera æfinga þar og einhver félög hafa verið þar. Eitt af því sem að við lögum mikla áherslu á sjálfstæðisflokkunum fyrir kosningarnar, það var einmitt að ná þessum krökkum í íþróttirnar. Yngstu krökkunum og byrja þar. Aron Gauti nefndi mitt þetta að ná krökkunum í íþróttirnar og það væri frábært að fá ykkur svolítið með okkur öllum hérna hvernig náum við að virka yngri krakkana. Ekki bara í íþrótt heldur líka í tómstundastarf og ég tala nú ekki krakka sem að koma frá öðru löndum. Og við viljum tengja þetta skólunum og þið vitið að fyrsta árið ykkar í tónlistarnámi ekkit allstar á landinu. Þetta ekkit lögbundið. En við ákváðum að bjóða upp á þetta og það væri alveg hægt að bjóða upp á einhvað svona í skólanum fyrir íþróttum þannig að krakkar kynnist allan íþróttum og farið það sjálf. Mér langar að nefna meira en það væri ferlega ósanngjarnt að ég myndi tala til 5 svo kæmist engin annar að. En þakka ykkur fyrir að hlusta. Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Friðjón, velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar og kæra ungmennaráð. Þetta alltaf skemmtilegt í fundurinn að hitta ykkur. Og þegar við rifum upp aðeins tilbaka hvernig það var í byrjun að flestar hugmyndirnar sem þið hafi komið til okkar hérna í þessu púlti hafa á einhvern hátt farið í gegn. Og nú það svoleiðis að eftir hennar fund að þá fáum við ykkar hugmyndir og flesta rataðir inn í fjárhagsáætlun sem við erum að vinna að núna. Þetta gerist einhvern veginn sjálfkrafa orðið, þannig að áhrifin ykkar eru alltaf meiri og meiri. Og sennilega mikið meiri heldur en við sjálf gerum okkur grein fyrir. Þið eru alltaf með frábæra ræður, undirbúið okkur vel og komið beint að efninu. Félagsmiðstöð verður í Stapaskóla, frábært. Strætó núna að vera að endurskipuleggja. Meðal annars vegna þess að þið komið með ýmsar hugmyndir það í fyrra og aftur núna. Það verður að endurskoða flokkun aftur og kölku, sorpstöðina, það í skoðun. Það sem ég finnst kannski skemmtilegast hvað þeir eru hreinskiptin á bein. Þið segir hlutina eins og þeir eru. Ég held sé fyrst skipt sem ég heyri tala túrtappa í ræðu. Við erum svo feimin oft, fullorðna en þið segir þetta beint út. Alveg meira áttar hjá okkur. Og að gera það, nota tækifærið þegar við erum hérna að segja nákvæmlega það sem ykkur langar til að segja. Í
Hvers skipti þið komið, þá kemur mér alltaf jafn mikið á óvart hvað þið hafi stórar hugmyndir. Endilega halda þessu áfram, tala beint við okkur, þetta fyrir beint inn í kerfi hjá okkur og við reynum að gera allt sem við getum til þess að klára það. Takk Hafþór og Aron fyrir að undirbúa þetta, frábært, þið standið okkur æðislega vel. Ég veit kannski á endingu segja að við fórum í heimsókn, allur þessi hópur hérna í 88 húsið daginn og við erum bara ástfangin á húsinu og allt sem að gerast þar. Þannig að hrós til ykkar, kæra þakkir og gaman að fá okkur. Anna Sigríður Jóhannsdóttir hefur hvað til hljóðs, gjör svo vel, Anna Sigríður. Bæjarstjórn og aðri gestir. Já, ég er sammála allir sem hafa talað hérna, bara frábæra ræður, gaman að heyri ykkur. Og það var svona, já, þetta er alltaf svona rauður þráður hjá ykkur flestum að þetta snýst náttúrulega mjög mikið gott félagslíf, íþróttir og góða samgöngur. Og svo margt annað flott sem kom hérna fram. En mér langar kannski bara til að vera stuttorð að nefna að það er líka virkilega gott að heyra hvað þið eru ánað með fjörheimabílinn og eins og Aron Gauti kom inn á að þetta er kannski líka foreldravandamál að fylgja börnunum eftir, að foreldrar hafi tíma og hafi áhuga að fylgja börnum eftir í íþróttum eða tómstundum. Og eins og þið vitið þá erum við fjölmenningarsamfélag, kannski eru jafnvel foreldrar erlendra barna sem að vita kannski ekki fjörheimabílinn, vita kannski ekki að gæti mögulega bíl komið og sótt börnin á kvöldin og þau gætu kannski kynnst fleiri krökkum eftir skóla á virkum kvöldum í þessum flottu klúbbum sem eru í 88 húsinu. Eins og Friðjón nefndi áðan, við vorum í 88 húsinu fyrir hálfum mánuði og það er ótrúlega flott starf sem er unnið þar. En ég held að svona aðalatriði í svona öllum ræðunum er að allir krakkar taki þátt. Allir krakkar í Reykjanesbæ sem eru í grunnskólum og framhaldsskólum taki þátt í einhverju tómstunda eða íþróttastarfi. Það sé svona okkar sameiginlega verkefni. Okkar hér í bæjarstjórn, skólana, kennarana, foreldrana og allra nemandina. Hlusta á ykkur. Hvað viljið þið, hverju eru þið óska eftir, hvort sem það er eitthvað á útisvæði eða innisvæði eða hvar sem er, í hvaða hverfum. Og bara við að reyna að koma og taka höndum saman með ykkur og fá öll börn með í tómstundastarf eða íþróttastarf. Takk. Margrét Þórarinsdóttir hefur hvað til hljóðs. Forseti, bæjarfulltrúar og kæra ungmennaráð. Þið eru alveg ótrúlega flottur hópur og eigi framtíðina fyrir ykkur og ég er svo stolt af ykkur. Og ég verð að taka hér undir það sem að Friðjón sagði, þetta er skemmtilegasti fundirnir, maður býður eftir þessum ástíma að fá að hitta ykkur og heyra í ykkur. Þið eru svo ofboðslega frjó og það er svo gaman að sjá hvað þið vinnuð öll vel saman. Mér langar að nefna hérna í sambandi við fengum að fara í heimsókn til fjörheima og þetta er frábært það sem við erum búin að gera þarna. Og bara þið krakkarnir skuli hafa hjálpast að við að koma þessari aðstæðu upp. Þeir sem er í smíðanámi komu og voru að smíða veggina og þetta er bara ótrúlegt. Máluðu, mér finnst þetta frábært hjá okkur. Ég verð nú eiginlega vera bara sammála öllum sem að hafa komið hérna upp. Það er þetta helsta sem ég nefni, það er strætókerfið og íþróttirnar. En það sem ég langar aðeins að tala er samband við flokkunarkerfið í Reykjanesbæ. Ég tek algjörlega undir það. Og það þarf að fræða ungmenni betur hvað varðar flokkun en eins og var bent hér réttilega á að þá er verið að vinna í því að með Kölku og fleirum aðilum að standa okkur betur hvað varðar þetta. Við eigum bara eina móður jörð og það er gaman að heyra hvað ykkur er umhugað móður jörð. Og mér langar að benda ykkur á sem að væri nú bara alveg frábært tækifæri, kannski fyrir bara bæjar stjórn að koma með smá fræðslu inn í skólana og sína myndina maðurinn sem minnkaði vistspor sitt. Það er alveg stórkostleg mynd vegna þess að við þurfum að huga af móður jörð eins og þið komið og bentu réttilega á. Síðan var það, hvað var þar HSS,
Þetta er náttúrulega skelfilegt ástand og við vitum það öll og við bæjarstjórn erum búin að vera að berjast fyrir því að þetta ástand verði ekki svona eins og það er. Síðan eru þingmenn okkar að berjast fyrir þessu sinna á þingi, því miður hefur það ekki gengið sem skildi, en við skulum vona að einn góða meðudag takist okkur að vinna á þessum vanda sem á sig stað þar. Ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir og óska ykkur góð gengis og þið eru alveg klárlega ræðumenn framtíðar. Takk. Orðið laust. Guðbrandur Einarsson hefur kast í hljóðs, gjör svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, ágæta ungmennaráð. Gaman að fá okkur það. Takk fyrir að koma. Ég segi bara alveg svo einhverju þér sagði takk fyrir að nenna að hlusta á okkur. Takk fyrir að koma hér og deila þessu með okkur sem að þið eru að setja hérna fram. Mér finnst svona, þessi umræða er svolítið að breytast finnst mér, þið eru ekki að segja sama núna eins og þið sagðið fyrra eða þar á undan. Og ég tók til dæmis eftir því að núna var ekki mikið minnst á andlega sjúkdóma sem ofta kvíða, þunglindi, sem að ofta tíðum, vonandi eru þið glaðari og eitthvað líður betur. En ungmennaráð hefur oft rætt þessa hluti. Mér finnst svona 2 mál þegar ég hlustaði á okkur svona standa upp úr sem er strætó í öðru hverju orði, sem sjáu þið. Og síðan umhverfismál. Mér finnst þetta að vera einhvern veginn að vera, ungt fólk er orðið mjög umhugað hvernig við erum að fara með jörðin okkar og umhverfið okkar og landið okkar. Og ég held að við sem að hér erum, að við ættum að fara að hlusta. Mér langar bara að nefna það að við erum hér með 1 stykki kísilver hérna rétt fyrir utan sveitafélagi okkar. Eða í sveitafélaginu rétt fyrir utan bæjarmörkin. Og það kom fram í grein, ekkert fyrir löngu síðan sem að skrifa var í Víkurfréttir, að ef þessi kísilver sem fyrirhugað er að rísi þarna, fari í gang, þá verður úr því einhver 1 milljón tonn af koltvísýringi í mengun á hverju ári. 1 milljón tonn, hugsaði ykkur. Og ef við erum að velta fyrir okkur áhrif koltvísýrings á heiminn, bráðnun jökla, hækkandi sjávarlínu, lönd fara bara undir sjávarmál. Við erum með lönd sem nú þegar eru undir sjávarmáli, þau geta bara farið á kaf. Þá ættum við að fara að velta því fyrir okkur, hvað erum við að gera hér í okkar nánasta umhverfi? Og ég held að stærsta umhverfismáli á okkur verði kísilverin í Helguvík. Þannig að ég held að þessi bæjarstjórn þurfi að vanda sig á næstu mánuðum og misserum, af því að þetta mun hafa verulega mikil áhrif á sveitafélagi okkar til framtíðar. Þannig að ef við ætlum að leggja okkar á mörkum í þá umhverfis okkar, þá held ég að við ættum öll að leggjast á eitt og berjast gegn þessum kísilverum. Takk fyrir að vera hérna. Guðný Birna Guðmundsdóttir hefur kast í hljóðs, gjör svo vel Guðný. Kæra þakki forseti fyrir að hleypa mér að. Komið sæl, kæra ungmennaráð, mikið lítið opaslega vel út, það er svo gaman að fá okkur alltaf. Mér er svo gaman hvað eru hreinskilin. Ég var ekki svona hreinskilin á ykkar aldrei, ekki séns. Það er svona, kann ég svo miklu betur að meta ykkur. Ég heyra strætó er ennþá vandamál, en ef að við fengjum ekki þess að punkta frá ykkur, þá höfum við valla hugmyndið á. Fyrir utan einhver skoðanakannanir sem einhver er að svara, þannig að það skipt svo miklu máli að þið láta okkur vita. Og
og eins og þið sjáið þá hefur við tekið rosalega vel í flest allt sem að þið hafi lagt fram svo lengi sem við getum uppfyllt það, þannig að við erum bara gott samstarf. En þið munið það að vera pólitískur að hafa skoðun og þetta er ekki röfl, þetta er bara þið að berjast fyrir það sem skiptir ykkur máli og það skiptir öllu. Mér langar aðeins að fara yfir umhverfismálin og svo HSS, kannski fara aðeins varlega í þá umræðu. En mér langar bara aðeins til að mér finnst alltaf best að ræðum hlutin eins og þeir eru til að auka skilning fólks á hvað er fyrir hendi. En HSS eins mikið og við höfum talað það, skrifað það, tekið hendurnar á fólki í ráðherrum, þingmönnum, hvað þetta allt heitir þetta batteri, þá engu að síður fáum við raunlækkun í fjárlögum fyrir næsta ár. Öll þessi fögru fyrirheit, nú fyrir við að gera eitthvað fyrir ykkur, þeir eru frábær, blati bla, við fáum lækkun milli ára. Það er sorglega staðreyndir sem við stöndum frammi fyrir. Á meðan að þessu stendur erum við að stefni að vera, eins og ég tala bara fyrir mína deild, þar sem ég starfa fram í lok desember, þá er ég yfirmaður og bráðamóttöku. Að við erum að stefna að vera önnur stærsta bráðamóttöku á landinu og við erum með verkfallsmönnun sem þýðir það að við erum með 2 hjúkrunarfræðinga á vakt hverju sinni sem er það sama og við mönnum í verkföllum. Algjör lágmarksmönnun. Og þetta er búið að vera svona í 16 ár. Þannig að þið sjáu svolítið áskorunina fyrir ykkur og nú ætlum ég ekkert að messi yfir ungmennaráði. En þið sjáu það þegar við erum að stækkur að vera kannski 5. stærsta bráðamóttakan í að stefni aðra þá erum við ennþá jafnmörg að vinna. Það snýst vandinn. Og meðan við tölum þetta og setjum fram rökstuddar tillögur þá fáum við samt lækkun á fjárlögum milli ára. Þannig að þar liggur vandinn og fagmennskan eðlilega dalar þegar við erum kannski 1 starfsmaður með 30 sjúklinga á haus. Það er bara því að sjá að dæmi gengur ekki upp. En ég ætla ekki að fara nánar út í vinnutengda umræðu. Ég held að sé ofboðslega góð hugmynd að við tökum þessa umhverfispælingu með fræðsluráðan okkar, með Helga og með Hafþóri og með 88.000 og hverjum sem að taka þátt og við gerum bara almennilega YouTube-fræðslu. Þið eru í YouTube-kynslóðin og við bara höldum YouTube-fræðslu í grunnskólum, í leikskólum, í framhaldsskólum og ekki síst fyrir fullorðna fólki okkar. Og bara grillum fræðslun í gang. Takk. Gunnar Þórunnsson er passi ljós. Gjör svo vel Gunnar. Ágætt ungmennaráð, það er alltaf jafn gaman að koma hingað þegar þið eru hérna. Það er sérstaklega áhugavert á þessu sinni. Fastmótaða skoðanir og ýmsu sem þið hafið. Það var mikið talað um íþróttir. Og staðreyndin er nú sú að bæjarfélagið er nú ekki í aðalhlutverki þar, heldur íþróttafélögin og þið eru auðvitað að keppast við það að taka þátt en líka að taka þátt í félagsstarfinu þar. Mjög nauðsynlegt og brýnt að félögin dafni og eflist. Það er ykkar að taka við þessu eitthvað tíman og ég vona að þið lítið í það áttina. Við erum Ég hlustaði á erindi í sjónvarpinu daginn þar sem að ágætur þjálfari var að gera grein fyrir sínu starfi og benda á það að íþróttir séu auðvitað mjög mikilvægar, ekki bara fyrir heilsuna, heldur líka fyrir félagskapin og vinskapin við fólki sem þú ert að leika þig með. Ég kalla þetta leik en auðvitað er þetta orðin alvara hjá mörgum sem er bara gott. Þetta þroskar menn og fólk og gerir það að verkum að menn forðast til dæmis fíkniefni frekar heldur en aðrir. En fíkniefnaváin er hér auðvitað veruleg sem við þurfum að taka á sameiginlega, við og þið og allir í bænum.
Það er stórt mál. Íþróttir geta hjálpað. Hvaða íþróttirna varðar, þá auðvitað höfum við að gera með aðstöðuna. Og það verður að viðurkennast að við erum aðeins eftir á mörgum sveitafélögum sem að hafa skapað betri aðstöður fyrir ungmennin heldur en við. Við stefnum auðvitað að því að bæta það verulega, þannig að allir geti tekið þátt. Strætóferðirnar voru hérna mikið að koma. Ég held að það geti batnað verulega. Það kostar vísi einhverja smá fjármuni, en það er auðvitað nauðsynlegt að efla það verulega, þannig að þið geti komist hérna á staðina þar sem að verið að æfa í íþróttum til dæmis og aðra áhugaverða félagsstarfsemi sem að fer fram í 88 og svona víðar. Dans nefndi eitt hérna sem eru auðvitað frábær starfsemi og frábært að stunda það. Ég gerði það þegar ég var krakki og hafði gott af. Síðan hef ég stundað dans svona reglulega með konunni minni. Það er rosalega mikilvægt líka. Þannig að ef ykkur er hræddur við að fara í dansskóla þá er það bara mjög gott og göfugt. Orðið er laust. Styrmi Gauti Fjellstæðu, hvað sé ljós? Forseti, bæjarstjórn og aðri gestir. Kæra þakkir fyrir erindin ykkar og kæra þakkir fyrir komuna. Það er alltaf ánægilegt að fá ykkur og alltaf gleða mig að sjá ykkur koma hingað upp og halda erindi í pontu. Aðeins það sem að Kládía og Ísabellu komu með það að krakkar í grunnskólum væri ekki að flokka nægilega vel eða kynnu það bara ekki. Þá er ég meina hugmynd sem þið metið svo bara hvort ykkur finnst góð eða ekki. Hvort að ungmennaráð ásamt forstöðumönnum myndi kalla á fund með ykkur hjá Kölku, fá þar ítarlega fræðslu það hvernig eigi að flokka. Þið myndu svo farið inn í skólana og halda það fræðslu fyrir ykkar nemendur hvernig eigi að flokka í tunnurnar. Eða eins og Guðni kom inn á, það getur vel verið að þau útbyggðu eitthvað skemmtilegt lifandi myndband, það sem myndi fara yfir hvernig það eigi að flokka í tunnurnar. Jafnvel það sé áhrifríkara heldur en og auðveldara að framkvæma. Kannski er þetta léleg hugmynd og kannski er erfitt að framkvæma hana, en ég hendi henni alla hérna fram. Kæra þakkir aftur fyrir komuna og gangi ykkur vel í komandi verkefnum. Orðið er laust, kæru bæjarfulltrúar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki, þá vil ég gefa bæjarstjóra Kjartanum á Kjartansinni orðið. Gerðu svo vel, bæjarstjóri. Forseti, ágæta ungmennaráð. Ég vil nú byrja því að þakka fulltrúum ungmennaráði fyrir mjög skeilegar ræður og ávörp. Og ég vil þakka Aroni og Hafþóri fyrir að undirbúa ykkur og öðrum starfsmönnum eflaust ef að þeir hafa komið að því. Þetta er mikilvægt samtal sem við eigum hér 2 ára ári, einu sinni á haustin og svo annað á vori. Og mörg ykkar hafa nú komið hinga áður eða á gamla staðinn í Ráðhúsið en það er líka alltaf gaman að sjá endurnýjun í hópnum, koma nýir fulltrúar í ungmennaráð. Það sem að mig langar að nefna við ykkur er kannski bara tvennt. Í fyrsta lagi að varðandi flokkun á sorpi þá er Kalka eða við, sveitarfélögin sem eigum Kölku, höfum tekið ákvörðun að fara út í kannski það sem við getum kallað mjög einfalt flokkunarkerfi. Við erum bara með 2 tunnur í rauninni. Það er tunna sem að tekur allt sorp sem að svo er það flokkar nánar þegar það er komið á staðinn. Við setjum þetta allt í sömu tunnuna og svo er það sorpið sem á að fara í brennslu.
Það hægt að flokka þetta á margvíslegri hátt og til dæmis einn sorpflokkur sem við höfum ekki lagt út í en þá að taka lífrænt sorp sem samt 30% af því sem við hendum í tunnuna. Við getum nota það undir í jarðvegsgerð og ýmislegt fleira og þannig að það mörg tækifæri til þess að gera þetta með öðrum hætti og betur en það sem áhugavert í þessu. Við Íslendingar erum 360.000 manns, hvað svoleiðis. Við erum svona eins og meðalstór borg á Norðurlöndunum, segjum Malmö, ég held að hún sé milli 300-400.000 íbúar, hvað svoleiðis. En við erum með mjög mörg kerfi, þetta mjög mismunandi eftir sveitarfélögum landið, hvernig þetta gert. Sumir eru með svona eins og við, aðrir eru með bara fullt af flokkum og svo einhver sveitarfélög sem flokki ekki neitt. Og það ótrúlegt að þessi litla þjóð skuli þurfa að vera með svona mismunandi flokka. Því að svo fer maður upp í sumarbústaði eða gistir eitthvað staðar yfir sumarið eitthvað staðar í öðru sveitarfélagi þá eitthvað allt annað kerfi í gangi. En auðvitað brýnast fyrir okkur sem hér búum að læra á okkar kerfi eins og við ætlum að nota og mér finnst þetta góð hugmynd á Styrmi að þið myndu jafnvel taka ykkur að verða sérfræðingarnir og fara svo út í skólana og kenna jafnöldrum ykkar. Hún nefndi hér, Margrét Þórarinsdóttir, mynd sem hét Maðurinn sem minnkaði vistspori sitt. Við fengum þessa mynd hérna til sýninga og þeir kynntu hana, bræðurnir sem gerðu hana sem heita Magnús og Sigurður Jóhannessinir og við sýndum hana hér fyrir 3 árum, svona, frábær mynd. Hún svolítið ýkt en hún kennir manni ýmislegt og ég held að þetta sé góð hugmynd, við ætlum að skoða þetta, fá hana bara aftur. En að því að mönnum hefur orðið tíðrætt hér ábyrgð okkar í umhverfismálum og þá erum við einmitt í viðræðum núna við fyrirtæki sem heitir Klappir og sérhæfi sig í því að meta og greina og skilgreina kolefnisspor sem fyrirtæki eða sveitarfélög að láta frá sér. Og við vitum ekki í dag hvað Reykjanesbær bara sem sveitafélag, þá ég ekki að tala um öll fyrirtækin og allt það, heldur bara Reykjanesbær og stofnanir, hans skólarnir, leikskólarnir, sambýlinn til viti, bæjarskrifstofan og allt þetta. Við vitum ekki hvert okkar kolefnisspor í dag. Fyrsta skrefið að vita það og setja sér síðan markmið það hvernig við viljum lækka það og gera það betur og hvernig við viljum kolefnisjafna. Og við erum í viðræðum við þetta ágæta fyrirtæki og vonandi náum við að klára það mál núna fyrir áramót þannig að við getum sett þetta inn í fjárhagsáætlun hjá okkur á næsta ári. Og þá fyrst hægt að fara að mæla. Það mikið búið að tala strætókerfi, ég bara upplýsi ykkur það að það sem sagt í endurskoðun eins og hér hefur komið fram og vonandi verðum við klár með nýjar tillögur og aðeins breytt kerfi áramót í síðasta lagi næsta vor en við stefnum að ég taka það í notkun áramótin. Sverrir talaði hjólastígana, þeir eru alltaf fáir, ég get vel tekið undir það, en það þó ekki svo með öllu illt að boðið nokkuð gott, segir einhvers staðar, að það núna verið að vinna svolítið skemmtilega vinni í sambandi við göng og hjólastíga á milli sveitafélaga og það ekki síst fyrir bara þá ferðalanga og ferðaþjónustu. Við erum til dæmis að vinna því að tengja saman strandleiðin okkar við Voga annars vegar og Grindavík hins vegar. Þannig að menn getur þá hjólað án þess að vera á þjóðveginum, þessar leiðir. Það líka umræða í Suðurnesjabæ, eins og við vitið sem eru núna Garður og Sandgerði og búið til veg þar á milli og við viljum tengjast honum og svo komin ágætis hjóla og göngustígur upp í Flugstöð. Auðvitað þetta fyrst og fremst fyrir þá sem að starfa og nota og líka ferðaþjónustuna en það svona verið að vinna í þessu líka að tengja saman hverfin og sveitarfélögin. Að lokum þá bara enn og aftur bestu þakkir til ykkar kæru fulltrúar og starfsmanna og ég óska ykkur allsins besta og hlakka til að hitta sem flest ykkar að voru á næsta fundi og við tökum alla þessar ábendingar og tillögur til skoðunar í kerfinu hér eftir sem hingað til vil ég segja. Takk fyrir. Ég vil þá bara ljúka með því að segja það að þetta eins og hér hefur komið fram alltaf tilhlökkunarefni að fá okkur til okkar
Ég verð að segja það að ég fyllist alltaf miklu stolti þegar þið komið hérna upp og svona haldið okkur svolítið á sporinu. Það má með sanni segja að framtíðin sé björt í Reykjanesbæ með svona flottan ungmennaráðs hóp og auðvitað vitum við það er margt sem brennur á ungu fólki og við þurfum að hlusta, taka tillit til þessar ábendingar sem við höfum fengið hér og auk þess að vera duglega að reyna að koma í framkvæmd þeim tillögum sem að hér hafa verið sett fram og þeim sem áður hafa verið sett fram á undanförnum árum. Að lokum vil ég segja þetta, ágæta unga fólk, ykkar er framtíðin, það er okkar að hlusta, við munum reyna að skila umhverfun okkar og sveitafélaginu og jörðinni í þokkalegu horfi eins og við mögulega getum, en það er þið sem er komið til með að taka við og vonandi sjáum okkur í ellinni. Hafa það gott, við segjum fundi slítið.
574. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi í Hljómahöll 15. október 2019 er nú settur. Á dagskránni eru 7 liðir: fundargerð bæjarráðs frá 2. og 10. október 2019, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. október 2019, fundargerð lýðheilsuráðs frá 9. október 2019, fundargerð velferðarráðs frá 9. október 2019, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá sama degi 9. október 2019, fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 11. október 2019 og 7. og síðasti liður sem er kosning varafulltrúa í fræðsluráð. Nú okkur er ekkert af vanbúnaði og munum við nú hefjast handa. Mér hefur verið bent á það að forseti gleymdi að kynna hér ágæta bæjarfulltrúa sem mættir eru til fundar. Beðst afsökunar á því, en mættir eru að sjálfsögðu Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmir Gauti Fjallsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Ólöf Sanders, Baldur Guðmundsson og Anna Sigurður Jóhannesdóttir og forseti bæjarstjórnar Jóhann Friðrik Friðriksson og gleymdum bæjarstjóra Kjartani Má Kjartansinni. Nú, aftur að dagskránni, við byrjum á því að taka fyrir fundargerðir bæjarráðs frá 2. og 10. október og gefi ég orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Friðjón Einarsson hefur hvatt sér hljóðs. Gerðu svo vel, Friðjón, velkomin í pontu. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, maður fyllist krafti og gleði eftir fund með ungmennaráði. Það er sérstök stund þegar þau koma heimsá til okkar og gaman að sjá hversu vel bæjarfulltrúar taka þeim og ekki síður það að hvað þeirra málefni hafa ratað inn í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins á undanförnum árum. Mér langar aðeins að ræða við ykkur fyrsta mál í fundargerð bæjarráðs 1239. Það er endurfjármögnun eignaðarfélagsins fasteignar. Á þennan fund komu fulltrúar KPMG og sem er aðstoð okkur við endurfjármögnun skulda þeirra félags sem hafa þó lækkað verulega undanförnum árum. Þetta er ákveðin tímamót, þessi fundur, þetta markar raun og veru enda eða loka sóknina svokölluðu sem við hófum fyrir 4 árum síðan. Þetta er svona endapunkturinn að klára endanlega fjármögnun þeirra skulda sem eftir sitja og eftir að henni lokið sem við höfum góða vonur að ljúki öðru hvoru megin við áramótin, að þá stendur sterkt sveitarfélag eftir. Sennilega er sveitarfélag sterkara núna eftir þessa síðustu sókn okkar, loka sókn, heldur nokkuð sinni áður. Taka á móti þeim mörgu og miklu áskorunum sem hvíla í framtíðinni og jákvætt að með góðu samstarfi allra aðalega hér í bæjarstjórn skulle hafa tekist að leiða sveitarfélag út úr þessum hrömmum sem það var í. Við ætlum að fara að byggja hjúkrunarheimili, við ætlum að byggja nýja hreinsistöð, við erum að byggja nýjan skóla með íþróttahúsi og sundlaug, menningarmiðstöð fyrir Stapahverfi og ætlum að takast á við framtíðina. Við erum að vinna nýju aðalskipulagi, undirbúa nýja byggð og ný hverfi og við erum komin í gott samstarf við sveitarfélögin, við Suðurnesjabæ og ríkið samstarf þróun Miðnesheiðar, en það samstarf hófum við einmitt fyrir rétt rúmum 4 árum síðan. Hefur tekið sinn tíma en nú erum við að ná vonandi samkomulega fljótlega hvernig staðið verður að því. En það samstarf hófst á sólardegi, 20 stiga hita, við bílastæði upp í flugstöð. Þetta er nýtt upphaf og ný markmið í sjónmáli og við hlökkst á að taka til við það. Ekki síður að vinna með sveitarfélögunum í kringum okkur og sjá síðan hvert það leiðir okkur.
Þetta er stór dagur og ég vona að við höldum áfram á sömu leið, öll sem hér sitjum. Takk fyrir aðstofuna. Orðið er laust. Baldur Guðmundsson hefur kast í hljóðs. Gjör svo vel, Baldur. Virðulegi forseti og góði bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Já, það er ýmislegt að gerast, margt spennandi en það kemur kannski ekki alveg nógu skýrt fram í fundagerðunum. Ég veit að ég skrifa undir aðra fundagerðina og bara samþykkta svona, en ég veist að freka knappt í fyrir fundagerðinni að fyrstu 3 málin eru nánast samhljóma bókuð. Gulli kom og sagði okkur frá einhverju. Og ég fór sem sagt í gögnin náttúrulega og skoðaði þar ýmislegt. Þar eru fundagerðir og tillögur og pælingar og annað. En svona fyrir svona almennan íbúa sem að hefur alveg gríðarlegan áhuga á þessu, eins og ég hef gríðarlegan áhuga á þessu með hjúkrunarheimilið, þá hefði kannski mátt koma svona ein setning í viðbót eins og tókst í 3. umferð þarna með Vallabrautina. Þá kemur fram að það hvað var samþykkt eða hvernig málið er statt. Að samþykki reyndi sviðsstjóra að rífa húsið, það er fínt. En það væri voða gaman að vita hvernig stendur þetta með hjúkrunarheimilið. Er búið að leggja teknika fram, er búið að ég veit að það eru 3 tillögur sem eru á tekniborðinu og það er verið að vangaveltur þetta fram og tilbaka. Var bæjarráð eitthvað spá í ákveðna leið sem á að fara í málinu eða er eitthvað tímaplan, er búið að leggja þetta fyrir eitthvað svona, bara þannig að sé eitthvað bara örstutt, hvernig er málið? Ég trúi vel að Gulli hafi gert góða grein fyrir málinu en ég veit ekki nákvæmlega hvernig það stendur og ekki heldur með fráveitukerfi. Þetta er 2 stór mál, spennandi og það var ágætt að fá þó að væri ekki bara sem sagt hvar er það statt, hver er tímaraminn og svo framvegis. Ég veit að þetta er bara smá svona nöldur í mér en við höfum talað þetta áður að fundagerðirnar séu meira upplýsandi. Takk. Já, forseti vill taka það fram að ágættur bæjarfulltrúi Baldur er vantilega að tala Gunnlaug Sigurjónsson sem er sviðstjóri umhverfissviðs hjá bænum. Það er ekki rétt hjá þau, fyrirgefum. Er hann ekki Sigurjónsson? Er hann ekki Guðlaugur Helgi Sigurjónsson? Ég bara, þegar að vera, nei, hann er Guðlaugur. Hann er Guðlaugur og mér er mikið í mun að þegar við erum að bera fram nöfn fólks, að það sé skiljanlegt, það er ágætt að forseti gerir það einnig. Nú orðið er laust undir þessum lið, fundagerð bæjarráðs. Friðjón Einarsson hefur aftur kvætt sér hljóðs, gjör svo vel Friðjón. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar, þetta er rétt hjá bæjarfulltrúar Baldri að við þurfum aðeins kannski að hafa þessar bókan ígrips meiri og veita betri upplýsingar en reyndar hefur það komið áður fram að varandi hjúkrunarheimilið að þá höfum við verið í viðræðum við ríkið byggingum hjúkrunarheimilis. Þar er ekki komin endanlegur samningur á og eigum eftir að ganga frá verðhugmyndum ríkisins, hvað ríkið vil borga fyrir hjúkrunarheimilið og það er fullt af hugmyndum uppi hvað við viljum gera á lóðinni, hvernig á að teikna og hvernig húsið á að vera en engar niðurstöður eða ákvarðanir hafa verið teknar í því máli fyrir að við endalega göngum frá samningi og vitum hvað fé við höfum til verkefnisins. Annað mál sem hann nefndi var, sem Baldur nefndi, það með fráveituna, já, það hefur komið áður fram í fundagerðum bæjarráðs og bæjarstjórnar að við höfum verið í viðræðum við HS Veitur hugsanlegt samstarf framtíð fráveitunar. Það er ennþá í skoðun. Hvort sem það er að ræða kaupa á fráveitunni, sölu eða samstarf, það er líka ennþá bara í skoðunarferli og telst viðkvæmt sem stendur.
en leið og það kom einhverja niðurstöður í það mál eða ákvarðanir þá munum við kynna það betur og nánar. En ég tek heilsvegar undir þessar athugasemdir Baldurs, við þurfum aðeins að gefa meiri mynd af því sem við erum að tala en við höfum kannski gert. Gunnar Þórarinsson er hvað sem hljóðs, gjör svo vel Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Það eru hér 2 mál sem ég langar aðeins að impra á. Það er í fyrsta lagi í sambandi við endurfjármögnun á skuldum bæjarins sem eru auðvitað gott mál og gerur okkur kleift að lækka skuldir verulega frá þessu nú auðvitað einnig að lækka vextina verulega sem við erum að borga. Þetta er mikilvægt og helgast af því að við náðum að selja svokallað magmabréf, settum það inn í sjóð sem að kallaðist Orkusjóður og er ennþá til auðvitað og gerði okkur kleift að taka obbann af þeim skuldum sem við skulduðum því ágæta fasteignafélagi F, eins og við kallum það, eignarfélagi fasteign og þýðir það að verulegur hluti sem sagt að lánunum hverfur, það er að segja sá hluti sem við kallum B, sem eru fasteignir sem að er ekki skylda að hafa og þar komu nokkur í milljarða, 2-3 milljarða, milli 2 og 3 milljarðar við sögu sem að gerði okkur þetta kleift. Bara rifjað upp að þessi Orkusjóður og samstarfið við hann, stofnun hans og var gert fyrir tíma síðustu stjórnar eða síðasta meirihluta. Mér minnir það hafi verið 2014 í upphafi árs og gerir hjálpar okkur mikið og sannarlega. Nú ég ætla aðeins að koma inn á hjúkrunarheimilismálin. Það er auðvitað ánægilegt að það skuli loksins sjá fyrir endan á því. Það eru auðvitað ýmislegt eftir ennþá, það er að semja við ríkisvaldið fjármögnun og margt annað, það er að hanna húsið, ákveða hvort á að byggja við eða bæta ofan á. Og þetta er mjög mikilvægt atriði og ég held að sú farsæla vegferð sem við erum með þarna á þessu svæði geti haldið áfram og það er greinilega nóg svæði til þess að byggja til langara framtíðar og það er gott mál. Það er fulltrúi Guðbrandur Einarsson eða hvað sé hljóðs, gjör svo vel Guðbrandur. Vilja fórsti, já það Friðjón Einarsson, bæjarfulltrúi nefndi það hér áðan að hann litið þannig á að menn varu svona að komast á leiðarenda með þá vegferð eða komast á leiðarenda á þeirri vegferð sem lagt var að staða á árinu 2014 þegar við samþyktum það að fara í svo kallaða sókn sem að hefur nú verið á köflum snúin og flókin en er að skila okkur árangri og hefur verið að skila árangri sveitafélaginu til heilla. Við erum núna að horfa til þess að geta farið að greiða skuldir
og við erum líka horfð til þess að við getum fara að endurfjármagna hluta af þeim lánum sem hvíla á sveitarfélaginu sem getur gert það að verkum að einhverjur 100 milljóna verða til reiðu annarkvort til þess að greiða upp skuldir, halda áfram fjárfestingarverkefnum sem að býða okkar eins og það að við erum ekki að skuldsetja ykkur mikið við byggingu Akurskóla og þá nýtist þetta ágætlega í það. Þetta er auðvitað, þið eru búin að segja þetta allt saman, þetta er það sem er í þessu, en ég bara get ekki skil í það hvernig bæjarfulltrúi Gunnar Þórarinsson nennir að vera að koma hér upp trekk eftir trekk og vera að réttlæta það að það hafi verið einhver góði gjörningur að setja gamla kúlulánið sem að menn fengu hér við sölu og hitaveitu Suðurnesja á sínum tíma inn í einhvern sjóð eins og það hafi verið eitthvað voðalega mikið afrek. Eina sem ég sá í því var að menn voru að fá fyrirframgreiðslu á peningum til þess að nýta í rekstur. Þetta átti ekki að greiðast fyrir nokkrum árum eftir að þetta var gefið út, ég held að það hefur verið 7 ár. En með því að koma í kúlulánunu inn í sjóð, búa til sjóð í kringum hann, þá gátu menn fengið útborgað fyrirfram. Og ég kalla það ekki afrek. Að leyfa sér það að koma hér upp og tala um það sem eitthvað sérstætt afrek. Við skulum bara þakka fyrir að við náðum eitthvað af þessum peningum tilbaka. Orðið er laust, fundargerð bæjarráðs. Það er ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs, þá vil ég bera fundargerðir bæjarráðs frá öðrum og 10. október upp í fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt fundargerðirnar vinsamlega skeiði merki og fundargerðirnar eru samþykktar 11.0. Næst tökum við á dagskrá fundargerð umhverfis og skipulagsráðs frá 4. október. Og að vanda munum við fara sérstaklega yfir þá liði sem að þarf að samþykja sérstaklega í fundargerð og síðan mun ég gefa orðið laust fundargerðina í heilsinni. Fyrst ber að nefna 3. liði í fundargerð, breyting og deiluskipulagi og er orðið laust 3. liði í fundargerð. Umhverfis og skipulagsráðs. Ef enginn kveður sér hljóðs. Nú ég ber 3. liði í fundargerð upp til samþykktar við fundin, þeir sem geta samþykkt 3. lið vinsamlega skeiði merki. Hann er samþykktur 11.0. Næst er það 7. liður, Mardalur, 16-34. Það er 7. liður og orðið laust 7. liði fundargerð. Og ef enginn kveður sér hljóðs, þá svo virðist ekki vera, þannig að ég ber 7. liði fundargerð upp fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt þennan liði fundargerð vinsamlega skeiði merki, hann er samþyktur 11.0. Nú sérstakki liðurinn er 12. liður, það er breyting á deiluskipulagi og er orðið laust 12. liði fundargerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég 12. liði fundargerð upp í fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt hann vinsamlega skeiði merki og hann er samþyktur 11.0. Og þá er það fundargerðin í heildsinni, orðið er laust fundargerðin í heildsinni, er einhver sem kveður sér hljóðs fundargerðina. Baldur Guðmundsson hefur ákveðið að gera það, gerið svo vel Baldur, velkomin í pontu. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Það er eitt mál sem var líka hjá bæjarráði, mál númer 9 í þessari fundargerð og það eru minningagarðar. Ég er nú að vísa til bæjarráðs og bæjarráð frestaði málinu. Það er því að vísa frá Pontíusi til Pílatusar og er komið til Guðs núna. En þetta er, fyrir mér var þetta mjög áhugaverð hugmynd. Það var sem sagt í stað þess að vera með hefðbundna legsteina og kistur og allt það, þá er þetta duftker. Við tökum frá reit einhvers staðar í bænum fyrir duftker
og þau eru jarðsett ásamt tré sem gróðursett og þannig til minning viðkomandi. Ég alveg til ég sjálfur bara að fara þessa leið. Ég er ekki alveg tilbúin undir tréverk, þannig að ég væri tilbúin að vera gróðursettur og upp rísi tré sem afkomandi getur fylgst með frekar en gamla leiðin. Þannig að bara af því að það búið að fresta þessu erindi og þetta, ég veit ekki hvert það fór, en mér langaði bara að tjá mig aðeins þetta því að mér finnst þetta mjög áhugaverð hugmynd sem við ættum að skoða frekar, þá til þess bærum yfirvöldum. Orðið laust, bæjarstjóri hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel. Kjartan Már. Forseti ágætu bæjarfulltrúar aðeins út af þessu máli að þá samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef þá umhverfissvið okkar, starfsmenn þess að kanna hvar svona garður gæti verið staðsettur. Það að nóg að taka af því, þetta þarf að vera svæði þar sem að við munum þá gera ráð fyrir að geta gróðursett tré og ég vænti þess að þegar að þeir hafa og þau skoða möguleikana þá fáum við einhverja tillögu frá þeim sem við getum þá tekið til afgreiðslu. En ég finn ekki annað en bara mikið stuðning við hugmyndina. Þannig að vonandi þegar að því kemur, ekki heldur þegar að því kemur baldur, að þá fáir þú óskilinu uppfyllt að fá endurnýjast í formi einhvers fallegs trés. En fyrst ég hingað kominu upp að þá langar mig líka í framhaldi af umræðum sem áttu sér stað hér á síðasta bæjarstjórnarfundi undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, þar sem var verið að fjalla meðal annars umsókn gistiheimili sem var bókað í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs þannig að það sem ekki væri til lóð fyrir þetta tiltekna gistiheimili að þá var umsókninni hafnað. Það spunnust hér miklar umræður. Ég kom hér í pontu og talaði að þarna hefðu starfsmenn sveitarfélagsins gert mistök og notaði það orð mistök að taka máli á dagskrá. Það var minn skilningur eftir samtöl við starfsmenn fyrir þennan fund, en eftir það eftir þessu umræðu þá hef ég átt frekari samtöl við starfsmenn og þetta hefur tekið á sig aðra mynd þetta samtal núna þegar við fórum að ræða það betur og ég vil bara biðja viðkomandi starfsmenn afsökunar á því að hafa gert þeim það upp hér úr ræðustóli bæjarstjórnar að gera það verið mistök og vil bara taka fram við höfum náð fullri sátt málið og það þetta mun ekki hafa neina eftirmála en þetta var of djúpt í árin að tekja minni hálfu og ég ítreka bara afsökunarbeiðni til viðkomandi starfsmanna það. Ef það ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs varðandi fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs og ber ég hann að undir fundin til samþykktar þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skefið merki. Fundargerðin samþykkt 11.0. Næst það fundargerð lýðheilsuráðs frá 9. október 2019 og orðið laust hana. Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel. Anna Sigríður, velkomin í pontu. Forseti, bæjarstjórn og gestir, kem hérna undir fundargerð lýðheilsuráðs. Þetta var annar fundur lýðheilsuráðs í bænum okkar og það var mjög gott að fá gestafundin. Ég vil bara þakka forstjóra HSS fyrir að hafa komið á fundin og átt gott samtal við okkur. Það er mjög mikilvægt þar sem að mikið er rætt stofnunina í samfélaginu okkar í dag. Það er bara ánægilegt að forstjórinn ætlar að vera í góðu samstarfi við okkur. Og svo langar mér bara aðeins að nefna henni til lið 2, en ég
bara upp tillögu hérna fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins veipreikingar barna og ungmenni í Reykjanesbæ. Langar bara að nefna það í heilsu- og forvarnaviku Reykjanesbæjar sem tókst mjög vel núna í október. Það voru mjög margir góðir og áhugaverðir viðburðir í bænum. Það var einn viðburður frá rannsóknum og greiningu þar sem að Margrét fór yfir niðurstöðu könnunar frá rannsóknum og greiningu sem að er gerð árlega í grunnskólum, öllum grunnskólum á landinu, og niðurstöður í könnunni frá úlingadeild 8., 9., 10. bekk kom ekki nægilega vel út hjá okkur í okkar samfélagi með veipreikingar. Og ég vil bara segja þetta mál að til þess að við getum gert eitthvað sem samfélag og dregið úr veipreikingum barna og ungmenna, þá er það bara okkar sameiginlegt mál, foreldra, skólana, bæjarstjórnarinnar og allra að taka á þessu vandamáli, og við getum gert það alveg eins og við höfum gert og náð góðum árangri í sambandi við reykingar. Ég bara vænti þess að allir taki þátt í að reyna að draga og minnka veipreikingar barna í Reykjanesbæ. Takk. Margrét Sandnes hefur hvað sér hljóðskir, Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég kem hérna undir lið 1 í fundargerð lýðheilsuráðs og tek undir orð Önnu Sigríðar varðandi forstjórann að það er mjög mikilvægt að samtalið í sér stað, að samvinna verði, og því þessi stofnun skiptir okkur öll á Suðurnesjum miklu máli, og það verður að eiga samtal og samráð þegar að ákvarðanir eru teknar. Og vegna þessa þá langar okkur bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að bóka eftirfarandi með leyfi forseta. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ fagna því að forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, HSS, hafi komið á fund lýðheilsuráðs Reykjanesbæjar og að formleg samskipti eigi sér stað á milli sveitafélagsins og HSS. Áhugaverðar hugmyndir hafa verið settar fram og teljum við mikilvægt að formlegt samráð og samskipti verði á milli sveitafélagana á Suðurnesjum, starfsfólks og annara hagaðila þegar stefna HSS til framtíðar verður sett fram. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hvetja þingmenn til að berjast áfram fyrir auknum fjárveitingum til HSS, en það hafa þar ekki fylgt gríðarlegri fjölgun íbúa á Suðurnesjum né heldur aukinar fjölmenningar á svæðinu. Við hvetjum einnig þingmenn annara kjördæma að koma vagnir með okkur og vinna að þessu sanngjarna máli. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja mikilvægt að íbúar á svæðinu sýni í verki og umræðu stuðning við HSS. Og við undirrituðum þetta þá fyrir hönd við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Margrét Sandnes, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Og þetta við þegar verið afhent ritara til bókunar. Já, að þessu tilefni langar forseta að taka til máls. Nú auðvitað tekið undir með bæjarfulltrúa Önnu Sigríði að það er virkilega gott að fá forstjóra HSS til okkar. Reynda var tilefnið kannski annað en hefur svona kannski hæst farið í samfélaginu okkar. Það var alltaf á stefnu okkar meirihlutans að reyna að virkja náið samstarf á milli sveitafélagsins og HSS, sérstaklega varðandi lýðheilsumál. Og það er nú ástæðan fyrir þessum fundi með forstjóra. Við ræddum meðal annars heilsueflandi móttökur og forstjóri kom síðan inn á fjölda mörg önnur mál sem að snýra á stofnunni og hérna var svo sem ekkert að draga neinn dul yfir þá stöðu sem það er. En ég get tekið undir með bæjarfulltrúum sem hér hafa komið upp að það er mjög mikilvægt fyrir okkur
bæjarstjórnina í heild sinni að standa vörð þessa stofnun. Hún skiptir gríðarlega miklu máli í okkar samfélagi. Ég hef samt að segja það að ég furða mig svolítið á því að hér komi fram bókun sem ég held að kannski hefði mátt vera sameiginleg á milli allra bæjarfulltrúa. Enda málið kannski ekki eðli sínu, allavega líti ég ekki á það sem kannski mjög pólitískt mál hér fyrir okkur á svæðinu. Við erum auðvitað að tala stofnun sem að hér veitir grunnþjónustu í okkar samfélagi og eitt af það veigamikil að hún svona lykillinn að því að hér sé hægt að búa. Við getum gengið að því að hér sé grunnþjónusta í heilbrigðisþjónustu svo sama og svipuð og gerast og gengur annars þar á landinu. Enda eigum við lagalega rétt á því, Suðurnesjamenn, svo sé. Þetta það var margar hliðar á HSS málum. Ég hef svo sem sagt á að skrifa að ég bar miklar vonir til nýs forstjóra heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Ég hef svo sem bæði rætt á Alþingi og hér og einnig í skrifum mínum og hef verið að segja ef að niðurstaðan er svo að hlutinir eru að færast til verri vegar. Það hefur verulegar áhyggjur af því. Það sem að ég aftur batt miklar vonir við nýjan forstjóra. Nú það auðvitað liggur í hlutarins eðli að flestir bæjarfulltrúar hér þekkja þá baráttu sem hefur átt sér stað á undanförnum árum fjárveitingar til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Fyrir ári síðan lögðust allir þingmenn Suðurkjördæmis og sveitarstjórnarmenn á eitt fyrir fjárlagagerð ríkisins og báru upp þá skýlusu kröfu að Heilbrigðisstofnun Suðurnesja yrði sett í fyrsta sæti. Það var margt annað sem var undir eins og gerist og gengur víða land. Þegar koma fjárlögum ríkisins, hér voru það þættir eins og tvöföldun Reykjanesbrautar upp að flugstöð. Það voru þættir sem snéru að Fjölbrautaskóla Suðurnesja, þættir sem snéru að velferðarmálum og svo framvegis en það var ákveðið að ýta því öll til hliðar til þess að leggja áherslu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Já, það er rétt, það kom einhver aukin fjárveiting á fjárlögum en mann setti hljóðan þegar maður áttaði sig á því að sú fjárveiting var auðvitað bara í takt við fjárveitingu ríkisins til allra heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. Allar heilbrigðisstofnanar á landsbyggðinni fengu auki fjármagn á síðustu fjárlögum. Og viti menn, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja rak þar lestina. Ég hef sagt það hérna áður, ég sagði það hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan þegar þessi umræða kom upp. Ef að þingmenn og sveitarstjórnarfólk úr öllum flokkum sameinast það að reyna að standa vörð Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og efla hana þar sem hún hefur setið eftir og árangurinn er eins og raun ber vitni. Hvað er þá eftir í okkar tækjabóksi? Ég veit ekki alveg hvað það er. Enn og aftur komum við til með að heimsækja ráðuneyti, reyna að ná eyrum fjárlaganefndar, tala við þingmenn, sameinast það að hagsmunaaðilar hér í sveitarfélaginu leggist allir á eitt. Ég verð að viðurkenna það að ég er ekkert sérstaklega vongóður. Og þá fer ég að velta fyrir mér, og það er óhætt að segja það hér, hverju sætir? Hvað gerir það að verkum að þingheimur, að skoðun þingheims sé sú að hér sé í lagi að sé einhvers konar annarflokks heilbrigðisþjónusta. Ég myndi skilja það ef að hér væru lýðheilsuvísar embættis landlæknis þannig að heilsa Suðurnesjamanna væri best á landinu. Það væri kannski ástæða til þess að leyfa þó einhverjum öðrum að njóta sameiginlegra fjármuna úr ríkissjóði. En hvað kemur svo í ljós frá embætti landlæknis?
Hér er heilsa hver vest á landinu. Ég reyndar hefði ágætt sjálfur sko. Ég reyndar samt sem áður verða viðurkenna það að það hefur ekki komið til neitt fjármagn hingað til svæðisins, svo framlega sem ég veit, tengt þessum ágættu lýðheilsuvísum. 2014 komu fyrstu lýðheilsuvísarnir fram. Þar meðal annars kom fram að krabbameinstíðni kvenna á Suðurnesjum var marktakt hærri heldur en annars staðar á landinu. Krabbameinstíðni kvenna. Í nágrannalöndum okkar þætti þetta sagði til næsta bæjar og myndu að sjálfsögðu kalla á sérstaklega rannsókn að hálfu embættis landlæknis af hverju krabbameinstíðni á einhverju landsvæði er marktakt hærri. Og þið sem að þekkið til rannsóknar viti það að það þarf nú að vera töluvert hærra svo þessi marktakt. Það þýðir það í faraldsfræðilegum rannsóknum að það er eitthvað í gangi hér í okkar umhverfi sem gerir það að verkum að konur eru líklegri til þess að fara á krabbamein hér á svæðinu heldur en annars staðar á landinu. Það er ekki komin 1 króna í það að rannsaka það. Nú, við vitum það að aðgengi að heilbrigðisþjónustu er auðvitað einn af þessum grunnþáttum sem skipta okkur máli. Sveitarfélagið hefur auðvitað sameinast það, bæjarstjórn. Mér heyrist það svona minnstu kosti á síðustu bæjarstjórnarfundum að lýðheilsa skipti hér höfuðmáli. Til þess að snúa slíku við, þá einmitt fagna ég því sem að kemur hérna fram hjá bæjarfulltrúa Önnu Sigríði Jóhannesdóttur. Við séum að taka fast utan hluti eins og til að mynda veip. Heilsu hegðun úlinga okkar skiptir máli til framtíðar og við munum ekki skorast undan og reyna að gera það sem við getum til þess að efla heilsu bæjarbúa og fólks hér á svæðinu. En enn og aftur, það eru auðvitað gríðarlega mikil vonbrigði að stuðningur ríkisvaldsins við okkar vegferð sé svo takmarkaður. Ég hef áður sagt það að kannski ætti að dusta rykið af þeirri hugmynd sem að Framsóknarflokkurinn setti hérna fram að það er bara komin fyrir síðustu kosninga, það er bara komin tími til þess að sveitarfélagið færi bara að reka sína einn heilsugæslu. Ég miða við fréttirnar að Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þá verður allavega ekki erfitt að ráða fólk. Þetta er mikið ágefni og mér langar að ljúka þessari yfirferð minni með því að segja það að ef að sveitarfélagið, bæjarbúar og íbúar fara ekki að sjá verulegan viðsnúning á starfsemi Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja þá getur það raunverulega bara leitt í eina átt, í átt til höfuðborgarsvæðisins. Það mun auðvitað bara þýða það að bæjarbúar munu hætta að leita á náðir Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og keyra Reykjanesbrautina og sækja heilbrigðisþjónustu inn á höfuðborgarsvæðið. Kannski er það einhver leynileg hugmynd ríkisvaldsins, að svo sé. Ég velti því fyrir mér. Miðað við fjársveltið sem hefur verið undanfarin ár. Ég vona ekki. Það var allavega ekki að heyra á nýjum forstjóra HSS að svo væri á aðalfundi sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Þar talaði hann það að það geti verið ákjósanlegt að opna útibú heilsugæslunnar í Suðurnesjabæ. Já, frábært. Ég gat svo sem ekki annað en tekið heilsugur undir það. Ef hann er með fjármagn til þess, þá er það auðvitað bara frábært. Það er auðvitað nýtt í mínum eyrum, en ég fagna því verulega. Þannig að minnstu hvort að hans hálfu virðist vera fullur eldmóði. Ég óska honum allsins besta, en fyrst og fremst vil ég auðvitað tryggja það á okkar góða starfsfólk sem að vinnur við erfiðar aðstæður á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja átti sig á því og viti að við stöndum að baki þeim og við munum hér eftir sem hingað til halda áfram að berjast fyrir Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs varðandi þessa fundargerð bæjarstjóri? Ok, hefur fleiri sem að vilja Friðjón Einarsson eða hvað sér hljóðs varðandi fundargerð lýðheilsuráðs? Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil taka undir orð forseta
En leið vil ég líka segja það að eitt helsta markmið með stofnun lýðheilsuráðs var einmitt að taka á lýðheilsuvísum, fara í stefnumarkandi samstarfi við HSS og er í mjög ánægður með hvernig starf lýðheilsuráðs fer af stað. Það er til fyrirmyndar og gott að lýðheilsuráð hefur vinnið sína miklum krafti og meðal annars með því að fá Markús forstjóra HSS á fundin. Við vitum að það eru mörg vandamál og starfsmenn HSS eru uggandi sína framtíð og það er ljóst að það er verulega að taka á þar málum. Mér langar líka að nefna að við áttum fund með þingmönnum núna nýverið þar sem við óskuðum sérstaklega eftir því að þingmenn aðstöðu okkur við að auka og bæta starfsemi HSS. Þar voru allir sveitarfulltrúar á Suðurnesjum sem þar voru á fundinum sem tóku undir það mál með okkur og ítrekuðu við ótta okkar framtíð HSS og þá stöðu sem þar var komin upp og það var vitað að nokkri þingmanna okkar hafa þegar verið í samstarfi eða sambandi við starfsmenn og forstjóra HSS. Ég man líka á sambarileg fundi fyrir ári síðan þegar við lögðum fram nýja skýrslu sem Reykjanesbær hafði látið vinna HSS. En sérstaklega var óskað eftir því af þingmönnum kjördæmisins að við myndum standa saman öll sveitarfélögin á Suðurnesjum í einu máli. Og þetta var málið okkar, HSS. Við fórum í öll ráðuneyti, við töluðum við alla ráðuneytisstjóra, við töluðum við starfsmenn og við töluðum við ráðherra. Við erum búin að ganga alla píslargönguna og endum í fjárveitinganefnd. Og sýndum fram á það að það væri mjög ósanngjarnt skipt fé á milli heilbrigðisstofnana og ekki tekið tillit til þeirra fjölgunar sem hér hefur orðið á íbúum. Reykjanesbær og sá meirihluti sem starfar hér lagði allt undir í þessu verkefni og hinn sveitarfélögin komu síðan á hjólið með okkur. Við höfum unnið mjög sterkt saman öll sveitarfélögin í þessu verkefni og því kemur það mér aðeins óvart að sjálfstæðismenn skulu fara þessa leið að leggja fram bókun hérna eins og þeir einu séu að vinna í þessu máli. Það kemur verulega óvart, ég veit ekki af hverju þeir gera það þannig, en vanin er það að menn vinni saman í þessu máli sem er til heilla fyrir sveitarfélögin og kemur þessi vinnubrögð aðeins óvart. Ég hef líka ítrekað hérna í ræðustól 3 sinnum á síðustu vikum að biðja þá stjórnmálaflokka sem hafa meirihluta í ríkisstjórn að taka þetta upp við sína þingmenn og ráðherra og benda áfram á það óréttlæti sem hér er. Þeir hafa auðvitað lykilinn að þessu og standa okkur framar sem ekki höfum aðgang að ríkisstjórn. En því miður verið svo að ekki hefur vel til tekist og það fundum við með þingmönnum að þingmennir sem ágæta fundi töluðu meira það að HSS hafi ekki eitt peningum sem þeir hafði fengið. Við höfum ekki fengið nein svör við úrbótum sem landlæknisembættið hafi óskað eftir að yrði gerð á stofnunni. Sveitarfélögin hafa aldrei fengið svör við þeirri skýrslu sem samt var lofað. Við sitjum einhvern veginn enn á sama stað. Og það er alveg ljóst að við þurfum að taka ný skref í þessu og tekið undir með forseta að við þurfum að finna nýja leiðir vegna þess að það er ljóst að það er leiðir sem við höfum farið hingað til sem sérstaklega var beðið að þingmönnum kjördæmisins. Bara hafa það alveg á hreinu. Það voru þingmennir sem óskuðu eftir því að við stæðum saman í þessu, fyndum leið að sameinast, en það hefur ekki skilað neinum árangri, engum árangri. Þannig að við þurfum að efla samstöðuna og auka kraftin í þessu
og standa saman og ég er mjög ánægður eins og ég sagði í byrjun hvernig lýðheilsuráð byrjar og hefur þegar sannað gildi sitt. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér ljós, gjör svo vel Baldur, komin í pontu. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar, gestir. Við höfum rætt þetta áður, HSS, fram og tilbaka og við geltum á þingmennina og fengum eins og þeir hafi tekið saman hérna ágætlega lítil viðbrögð og ég er svona, maður er svona komin í déjà vu, þetta er alltaf sama. Ég held að við þurfum að beita okkur inn í ráðuneyti meira, það er greinilega við þurfum bara að segja eins og er. Þessir þingmenn okkar hafa ekki skilað neinu, það er engin árangur sem hefur komið út úr því. Þannig að við þurfum einhvern veginn að ná eyrum þeirra sem að stýra fjármagninu inn á þessar heilbrigðisstofnanir út allt land. Og ég held að sé að stórum hluta inn í ráðuneyti og fjárlaganefnd kemur að þessu líka. Þannig að við þurfum að halda áfram að gelta og láta í okkur heyra. Og við styðjum þetta heils hugar og erum að lýsa því yfir. Við erum ánægð með þetta, við erum ánægð með þetta samtal, við erum að veita því stuðning. Við vorum ekkert að gera þetta að einu stór pólitísku máli, meirihluti, minnihluti eitthvað. Við vorum ekkert að tala við félag okkar hérna á kantinum. Þetta eru bara við þrjú að leggja þetta fram. Alveg svo Anna Sigríður Jóhannesdóttir lagði fram þessar vangaveltur sínar. Getum við fundið leiðir til að draga úr veipnotkun. Það var ekkert að trufla neitt, sko, að sú bókun kemur fram á fundinum. Þetta er ekki, þurfi ekki alveg að fara á límingunum. Þetta er ekkert stór pólitískt mál, við erum bara að leggja þetta inn í umræðina. Og við bara þá biðjumst afsökunar ef að þið vildu vera með, en þetta er ekki taka þessu svona alvarlega og til ykkar. Við erum bara að taka þátt í þessum kór sem þarf að heyrast mjög sterkt í. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér ljós, gjör svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, já, þetta eru mikilvæg mál sem hefur verið að ræða hér og skipta okkur miklu. Við erum búin að vera í þessari glímu ég leyfi mér að segja áratugi. Og einhverju hluta vegna skilar það engum árangri. Við görgum á gólum og það gerist ekki neitt. Það hlustar enginn á okkur. Ég var nú svona ganni mínu að kíkja inn á iPad-i minn og með ég satt. Því að ég var nú fyrir Austafjall helgina og gerði niður á Selfoss og horfði þar á þau mannvirki sem að Heilbrigðisstofnun Suðurlands hefur verið að ráða. Og það er nú áhugavert að bera saman þau húsakynni og þau húsakynni sem að Suðurnesjamönnum er síðan búið upp á. Það er ólíku saman að jafna þar. Þannig að við setjum greinilega ekki við sama borð og margir aðrir þegar kemur að útdelingu fjármuna til heilbrigðismála í það minnsta. En eins og bæjarfulltrúi Friðjón nefndi hér áðan, þá var unni hér greinagóð skýrsla stöðu okkar þegar kemur að fjárveitingum til þessa svæðis. Og það er verulega á okkur hallað. En því miður virðist það ekki skila neinu. Ég hefði til dæmis verið glaður og kátur ef ég hefði séð það staði í fjárlagafrumvarpinu að það væri verið að fara að gera ráð fyrir uppbyggingu hjúkrunarrýma hér á svæðinu. En það finnst ekki. Það er hvergi að sjá í þessu fjárlagafrumvarpi. Væntanlega ætla menn að tefja þetta í einhver ári viðbót að við getum farið að halda áfram að minnka þessa biðlista. Og þetta eru auðvitað bara stór og mikil mál sem við þurfum öll að sameinast að reyna að
hnika áfram, hvernig sem við gerum það. Ég ætla svo sem ekkert að fara að agnúast hér yfir því hvernig bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í núverandi bæjarstjórn velja að koma sínum áherslumálum á framfæri. En ég vil bara minna á það, samt sem áður, að við höfum oft á tíðum og einatt haft hann siðin á hér í þessari bæjarstjórn, alveg sama hverjir hafa setið í henni. Reynt að sameinast þau mál sem að snúa að ríkisvaldinu. Og hvort sem það voru í tíð Árna Sigfússonar og þá leituðu menn eftir því hvort að menn geti þá ekki sameinast bókanir sem snýra að ríkisvaldinu. Við höfum gert það líka á þessu kjörtímabili. Það eru stór og mikil mál sem að við þurfum að vera sammála og það eru auðvitað bara skiptir máli þegar að bæjarstjórn leggst á eitt við að koma því á framfæri sem að við viljum að verði koma á framfæri gagnvart ríkisvaldinu. Kannski bara þetta ný aðferð og við förum þá bara að skoða það hvort að það sé rétt að við hvert og eitt að förum að leggja fram bókanir og djöflast í, til dæmis fjármálaráðherra. Ég geti nú Sjálfstæðisflokkurinn á fjármálaráðherrann. Það kannski eðlilegt að fara að leggja fram bókanir sem snúa honum. Beinleið geti gert það til dæmis. En ég hefði haldið að það myndi skila árangri að bæjarstjórn myndi sameinast í þessum málum eins og við höfum áður gert. Orðið laust fundargerð lýðheilsuráðs. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs, þá ber ég fundargerð lýðheilsuráðs upp til fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt hana vinsamlega skeiði merki. Hún samþykkt 11:0. Nú næst ætla ég að fá að vekja athygli á því að það smáileg villa hér í fundargerð sem við samþykktum umhverfis- og skipulagsráðs sem að bæjarstjóri benti mér á. Þar kemur fram rangt götuheiti og ég bara vísa því til starfsmanna að því verið breytt. Ég vil bara bera það hér upp á fundunum bara til að vekja athygli á því og það mun vera í nánar tiltekið 7. lið í fundargerð, sé enga ástæðu til þess að velta okkur meira upp úr því en því verður breytt hér með. Ég ætla að vona enginn gerir athugasemd við það. Nú, næst það fundargerð velferðarráðs frá 9. október og orðið laust fundargerð velferðarráðs. Og Guðný Birna Guðmundsdóttir hefur hvað sér hljós og hér fyrst í pontu, gerð svo vel, Guðný Birna. Kæri forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góði gestir. Langar að koma aðeins hérna undir liðnum velferðarráð og ég ætla bara svona aðeins að stikla stóru hvað var tekið fram á fundinum okkar. Við áttum mjög fínan fund, við hittum sem sagt, byrjum á að hitta sérstakar ráðgjafa sem heitir Ellý Alda Þorsteinsdóttir sem hefur verið mikið í vinnu við NPA-samningana fyrir Reykjavíkurborg og svo fengum við líka Sigríði Daníelsdóttur sem forstöðumar fjölskyldumála hjá Reykjanesbæ. En eins og við sjáið í fundargerðinni þá vorum við að tala þessa NPA-samninga og þið hefur eflaust öll heyrt talað þetta margoft. En málið að reglugerð NPA-samninga tók gildi í desember síðastliðnum og það eru engin önnur sveitafélög heldur en Reykjavík sem hafa nú þegar innleitt reglur NPA-samninga, þannig að það er það sem við erum að vinna að núna. Þetta tekur allt gríðarlega langan tíma en málið snýst í rauninni það að þetta er hugmyndafræði sjálfstætt líf, að fatlað fólk hafi val hvernig aðstoð sinni skuli háttað og eru verkstjórar í sínu lífi og ráða sinni þjónustu sjálf. En þetta er einnig að ríkið að færa málefni fatlaðs fólks yfir á sveitafélögin. Nú bara til að stikla stóru hvað þetta allt snýst, þá geta foreldrar sótt NPA fyrir barni sitt en annars er miðað við 18 ára aldur og þetta er fyrir einstaklingar sem búa í sjálfstæðri búsetu. Nú fyrir hvern einstakling eða hverja umsókn taka 2 til 4 mánuðir í vinnslu fyrir notendur, þannig að þetta er gríðarlegt ferli sem fyrir gang og mat og heimahjúkurinn er ekki í þessum samningi.
og þess til að bæta flækjustigi þá fellur niður velferðarþjónusta ef viðkomandi fer inn í MPA og getur þar alveg ekki nýtt skammtímavistun, þannig að það alls konar flækjustig inn í hverjum samning. En þetta stórt og heildstætt mat og það nú þegar búið að funda með fulltrúum notendaráðs fatlaðs og fulltrúa þroskahjálpar, þannig að við erum að gera þetta vel og vandlega. En að stóra málinu, árskostnaður við sólarhrings MPA samning með einum starfsmannavakt 43 milljónir ári. Það málið. Endurgreiðsla ríkisins aðeins 25% af þessum kostnaði og spurði ég báðar þessa eindalega konur sem voru að aðstoða okkur hvort að það myndi svo aukast eða hvort þetta væri bara fyrst. Og það svona brostu báðar og sögðu, ætli þetta verði ekki bara ekki neitt, mjög fljótlega. Þannig að við erum að tala 43 milljónir áskostnað við sólarhringsþjónustu með einum starfsmanni á ári miðað við einn einstakling. Nú, áætlun vegna 2 MPA sólarhringssamninga því 86 milljónir þar sem ríki borgar einungis 21,5 og sveitafélagið greiðir rest. En ef að viðkomandi með beingreiðslusamning fyrir þá fer það upp í þennan kostnað. Fyrirliggjandi eru 8 óformlegar umsóknir hjá Reykjanesbæ, þannig að þið getið bætt tölunum saman. Nú, en þetta þjónustuform stórkostlegt og þetta í lögum og að koma í reglugerð, þannig að við erum bara bundin að lögum að taka þetta upp og það það sem við erum að gera, en við erum að fara yfir þessa reglugerð og hvaða snýr að sveitafélaginu. Og það mikill áhugi, fólk að kynna sér þetta og það mikið almennt, ekki bara hér, en það mikið að ungu fötluðu fólki að sækjum að geta stýrt sínu lífi betur sjálf, þannig að þetta óbúslega flott tækifæri. En það miðað við að þessu verði lokið fyrir 1. des, þannig að við vonum að það haldist. Nú, við tókum fyrir endurskoðun á reglum félagslegt húsnæði, þar að segja að við þurfum að taka út lögum félagsþjónustu að viðkomandi þurfa að vera með lögheimili í sveitafélaginu okkar, hvað var það ekki, 12 mánuði fyrir úthlutun, þannig að það dettur út. Og svo líka tökum við það upp að ef viðkomandi fær úthluta húsnæði og neitar, að þá verður umsóknin miðað við árið sem að neitar. Það að segja umsóknin, ef þú sækir félagslegt húsnæði á Reykjanesbæ 2015, fær úthluta 2019, þá áttu ekki umsókn frá 2015 lengur. Svo fórum við bara yfir ýmis önnur mál, en við, það ýmislegt gott í vinnslu þannig inn á velferðarráði. Að lokum langar mig að koma inn að einu máli sem fremur alvarlegt. Við náttúrulega eigum voðalega lítið á húsnæði, hvort sem það fyrir félagslega þáttinn okkar eða fyrir fólk sem geðfatlað eða býr við fíknivanda. Og við fengum upplýsingar frá gistiskýlinu í Reykjavík að Reykjanesbær gerir samning við gistiskýli í Reykjavík þar sem við höfum ekki þetta húsnæði hjá okkur. En við höfum eytt núna talsverðum kostnaði fyrstu 6 mánuði ársins á núverandi ári og við erum búin að vera með einstaklinga á hverju einustu nótt í gistiskýlinu þar sem af árinu. Þannig að við erum með brýna þörf á heimilislausu fólki sem í fíkni og geðvanda. Og við þurfum að fara að endurskoða þetta, en við erum að nýta gistiskýli vel og því ber að þakka þar sem við höfum ekki úrræðin fyrir hennan hóp. Takk. Orðið laust fundargerðir velferðarráðs. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér ljós, gjör svo vel Baldur. Verulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla ekki að taka eitthvað eitt mál fyrir kannski, en ég búin að vera að hugsa svolítið undanfarið þessi velferðarmál hjá okkur og hvernig þetta hefur verið að þróast. Ég myndist á það á einhverjum bæjarstjórnarfundunum að til dæmis 2010-14 þá jókst þetta mjög mikið og það var alltaf því íþyngjandi þessi málaflokkur og talið að það væri eitthvað til réttlætningar. Mér finnst það bara til umhugsunar. Við erum að kaupa ráðgjöf. Það var í fundargerðinni sem var á undan
lýðheilsuráð er að fara í stefnumótunarvinnu og ráð til þess ráðgjafi. Við vorum með ráðgjafa í, er ekki, ok, allavega það er stefnumótunarvinna. Við höfum verið með ráðgjafa í stefnumótunarvinnu fyrir bæinn, mjög gott, og það var ráðgjafi sem við keyptum í stjórnsýsluna, stjórnskipulegið. Við höfum með ráðgjafa í fjármálunum og svo framvegis. Við höfum verið að kaupa ráðgjafa alveg greimt. Þannig að ég held að sé verðugt verkefni vegna þess að þetta velferðarsvið er að vinna alveg gríðarlega góða vinnu og það er mikið álag á þessu starfsfólki og það er umhugsunarefni fyrir okkur að þegar gefur á bátinn, þjóðarskútuna, þá finnum við einhvern veginn mest fyrir þessari ágjöf sko. Þannig að ég myndi að halda að það væri rannsóknarefni að við gætum sett bara pening í það að skoða hvað veldur því að þetta er svona leggst hvað þyngst á okkur af öllum sveitarfélögum fyrir utan kannski Reykjavík. En þá erum við erum að standa okkur í þessari félagsþjónustu, við erum að taka á móti mörgum, en hvað veldur því að þetta leggst svona þungt á þetta samfélag? Þetta gæti verið þess vegna bara að setja þetta inn á félagsvísindasvið ef ykkur vil skrifa mastersreikir þetta, að stúdera þetta, fara yfir tölurnar og skoða þess hvernig hagsveiflur hafa áhrif á þessa félagsþjónustu. Eða bara að við sem bæjarstjórn ákveðum að rýna þetta aðeins, átt okkur á því. Hvað getum við gert? Hvað getum við brugðist við þessu? Það er kannski frekar óeðlilegt að það sveitarfélag eins og við höfum farið í gegnum sem hafði litlar tekjur vegna atvinnuástands þurfti að bera þyngstu byrðarnar á meðan sveitarfélagin sem voru með hæstu meðaltekjurnar þurfti ekki að taka þetta á sig. En það var svarið sko, það eru báðir sem að njóta þjónustu hjá okkar bæ sem að þurfa þjónustuna. En það er miklu fleiri hjá ykkur sem þurfa þjónustu. Þetta getur ekki verið bara eðlilegt ástand. Þannig að ég er ekki búin að ramma þessa tillögu inn, ég er bara að henda þessu inn til umhugsunar og umræðu, jafnvel, einhvern tíðan, en kem til með að kannski móta þetta betur. En þetta bara varði, þegar ég er búin að skoða fundagerðir velferðarráðs undanfarið, þá svona einhvern veginn hefur þetta kveikt á þessum hugleggingum mínum. Takk. Friðjón Einarsson hefur hvað til hljóðskils vel, Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú þakka bæjarfulltrúa Baldri fyrir þessu orð. Ég er bara hjartalega sammála honum. Við vorum hér nokkur á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga nýlega og þar var meðal annars kynnt úttekt á hluta af velferðarmálum og greiðslu ríkisins til sveitarfélaga. Það var ráðgjafinn Haraldur Líndal sem hafði gert samantekt. En við þekkjum vel til hans, hann hefur unnið fyrir okkur hérna og ég held að væri ansi gáfulegt hjá okkur að kalla aðeins í hann aftur og láta rýna þessa starfsemi hjá okkur, hlutur sveitarfélagsins og hlutur ríkisins, en á þessari ráðstefnu kom meðal annars fram að fjármagn til þessa málaflokks hefur minnkað. Það er meðal annars búið að kippa út flokkum sem áður var greitt fyrir og þeir hreinlega þurrkaðir út. Og að hans mati að þá hefur fé til málaflokksins minnkað verulega. Mér finnst líka eins og Baldri hér sé vitlaust gefið. Það eru nokkur sveitarfélög á Íslandi sem standa sig vel með félagslegt húsnæði og við erum ein af þeim ef við segjum að það séu 5-6 sveitarfélög sem standa sig vel og við erum eitt þeirra sveitarfélaga. Við erum hérna með rúmlega 240 íbúðir fyrir félagslegar íbúðir. Síðan erum við samstarfi með öðrum aðilum aðrar 120 íbúðir. Hér er bara kolvitlaust gefið. Hvernig koma sveitarfélög upp með það að sinna ekki velferðarþjónustu? Að sveitarfélögin í kringum okkur að þær eru með íbúðir sem það er að telja á annarri hendi. Annarri hendi. 2-3 íbúðir í félagslegri þjónustu í kringum okkur. Hvað er svona öðruvísi í samfélaginu þar heldur en hérna?
Við erum með félagslega aðstóð sem sum okkar vilja kannski meina að sé hjúgrun og að tilheyra heilbrigðismálum upp á 100 milljóna. Við erum eitt fárra sveitarfélag á Íslandi sem gerir það. Ríkið tekur nánast mjög lítinn þátt í því. Þegar NPA-samningarnir voru kynntir, þá voru við fyrstir að fara í stað við eitthvað sambarilegt. Fyrsta sveitarfélag á Reykjavík. Hér eru stórar upphæðir að ræða og þá var talað það að ríkið ætlaði að koma inn í NPA-samningana með fjármagn, þannig að við þyrftum þá að stofna til samninga en ríkið myndi kosta það. Hvað gerist núna? 25%. 25%. Fjárveitingavaldið, ríkisstjórn Íslands, verður að taka sig á. Það er klippt niður á öllum sviðum hjá okkur. Öllum sviðum. Við þurfum að skoða mælaborðið. Hvet ég bæjarfulltrúa til að skoða mælaborð velferðarsviðs. Það er aukning á fjárhagsaðstoð í sveitarfélaginu. Það er aukið atvinnuleysi. Við erum búin að kalla á hjálpina. Við erum búin að tala við ráðherra. Sérstaklega áttum við fund með fjármálaráðherra og ferðamálaráðherra þegar að kom í ljós að 0,1%, nú ætlum ég að segja þetta aftur, 0,1% af styrkjum til ferðamála á Íslandi fóru til Suðurnesja. 0,1%. Hérna býr yfir 8% þjóðarinnar. Það vantaði ekki umsóknir, nei. Við fengum það bara ekki. Og enn á ný ætlar þessi ágæta ríkisstjórn og ráðherra að skera niður styrki til ferðaþjónustu á Suðurnesjum. Það er ljóst að samningurinn um samstarfi í Geoparkin, upplýsingamiðstöðin sem er í Duðshúsum, vitum við hvort að hún hafi einhverja framtíð. Nei, það á að skera það niður líka. Það er mjög alvarlegt misræmi í hlutverki ríkisins og sveitarfélaga. Það á að henda til okkar erfið og stóru málunum og ríki situr hjá. Við ætlum þó ekki að fara að beita því að nota okkar íbúa sem einhverju fórnarlömb í þessu máli. Við munum halda þetta áfram að styðja þau. En þetta er mjög alvarlegt á sama tíma og menn bera saman útgjöld til íþróttamála. Ég skil vel að Garðabær geti dælt milljónum og milljónum íþróttafélögin sín. Men þeir gera ekkert á velferðarsviði. Ég velti líka fyrir mér, af hverju eru við að leyfa sveitarfélögum á Suðurnesjum að koma og æfa í okkar íþróttafélögum og borga ekki fyrir það? Af hverju eiga Seltjarnarnes búar að vera þátttakendur í Reykjanesvöllinni, koma að labba þar alla morgna? Ekki borga þér fyrir það, menn að húsi kostar okkur milljónir. Af hverju eru við að taka á móti krökkum í íþróttir í Reykjanesbæ og þau borga bara félagsgjaldið? Mér finnst þetta stór umræða sem við þurfum að taka af því að við getum ekki haldið svona áfram. Við getum ekki haldið áfram að taka á móti öllum og sveitarfélaginu er frí og taka ekki þátt í þessu. Það kemur niður á öðrum þáttum í sveitarfélaginu. Stundum sagt það að það sé stundum erfitt að vera stór á litlu svæði eins og við erum hér, Reykjanesbær. En ég vil ítreka aftur áskorum mína til þeirra sem hafa fulltrúa í ríkisstjórn, sérstaklega fjármálaráðherra, að menn beini augum hans að þessu. 0,1% af styrkjum í ferðaþjónustu fór til Reykjanesbæjar. 0,1%. Og á sama tíma það gerðist, þá var reynt að taka af okkur starfsmann í Heklunni. Þannig eru samskipti við ríkið. Og umræðan við fjármálaráðherra þessi mál, það bara blæst það frá okkur. Ennþá ekki fengið neins svör við styrkjunum. Þórdís lofaði okkur að koma með svör
Ferðamálaráðherra, ekki eitt orð. Ekki eitt orð. Ég ætla nú ekki að byrja á því að tala um nýsköpun. Af því að þar eru við langvest. Þar engin stuðningur til okkar. Margrét Sanders og hvað sé hljóðsk, svo Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég kem einmitt undir Lenu mælaborð og man ekki liðin sem þetta var, en ég eiginlega bara jafnum eftir ræðinans Friðjóns og hann með einhverja þráhyggju gagnvart fjármálaráðherra en ég held að fjármálaráðherra sé kannski ekki að úthluta til svæða, ég held að ráðuneytið sé tiltölulega sjálfstæði því, en við tökum samt undir það að svæðið að betum á ykkur duga skal. En varandi mælaborðið og þetta með ráðgjafan sem að Friðjón nefndi og Baldur, við rættum það einmitt á fjármálaráðstefnunni að þessi málaflokkur er erfiður og það er mjög erfið, maður vill gera allt sem kemur fram. Þetta er eitthvað svona sem að þú ert í þannig stöðu að ef þú ert í fullt af peningum og þú myndir dæli í þetta þá samt er áfram eitthvað sem þú getur ekki gert. Þannig að forgangsröðun skiptir þetta miklu máli en ekki síður að nýta fjármagnin vel og þess vegna verður þetta erindi að fjármálaráðstefnunni er mjög gott. En þá kem ég aðeins með mælaborðið. Mælaborðið er mjög gott og það er alveg til fyrirmyndar. En við erum alltaf að miða við okkur sjálf og í fyrsta lagi, ef við erum að miða við okkur sjálf, þá erum við þarna í mælaborðinu að skoða þróunartölur. Við erum að skoða hvernig þetta þróast frá ári til árs. En við erum ekki að sjá, til dæmis af því að það er svo mikið fjölgun, þá er mjög auðvelt fyrir einhverju að segja við okkur, já, það er út af fjölguninni. Þess vegna er þetta að auka svona, þetta er ekki að auka svo mikið per íbúa. Það þarf að taka líka kennitölur eða í mælaborð ráð fyrir hvað er þetta mikil aukning per íbúa. Það er eitt. Hitt er sem ég sakna svolítið í svona mælaborðum, almennt, og þar er kannski þurfum við að fá aðstopa til að koma okkur að stað og setja upp og átt okkur á hvað getur náð í þessu gögn. Það er samanburður á milli sveitafélaga. Ég er vön að vinna í almennageiranum. Þar er ég alltaf með kennitölur gagnvart samkeppnisaðilunum eða gagnvart öðrum á svipuðum markaði og svo framvegis. Þessar tölur eru til í árbók sveitafélaga og fleira og ég hef verið að fletta þeim upp. En það er rosaleg vinna að fletta öllum upp og deila og skoða og kanna og skoða þróun og svona. Og þetta er eitthvað sem við hefum bara koma okkur upp. Gagnabanka, við hvaða sveitafélag væri eðlilegt að miða sig við, hvaða benchmark ætlum við að hafa, hvert ætlum við að stefna, hvaða árangur viljum við ná. Við ætlum ekki að minnka peningarna þarna. Við erum væntanlega að tala um að nýta fjármagni betur. Og erum við að nýta það nógu vel, kannski erum við bara að nýta það frábærlega. Og þá erum við bara að standa okkur feiki vel. Að mínum mati, allavega sé ég það ekki í þessum tölum, að við séum hvernig við stöndum. Að því ég sé ekki samanburð á milli sveitafélag, ég sé bara þróun okkar. Og svo dettum við niður, jú, þá vitum við með fjölgun að þá erum við að gera betur. En í flestu tölum þá erum við að hækka, en kannski erum við að gera betur. Af því að það hefur orðið svo gríðarleg fjölgun. Þannig að við þurfum einhvern veginn að hugsa aftur þessi mælaborð og gera þau skýrari, þannig að við vitum hver er þróunin og hvert erum við að stefna. Já, með leyfi fundarins langar mig að geta þessa að sú vinna er nú hafin að útbúa nákvæma mælikvarða fyrir sveitafélagið, meðal annars svona varandi velferðarmál og ég bara vænti þess að sú vinna klárist fljótt og vel, vonandi munum við geta tekið það í notkun í byrjun næsta ás, það er svona mín von, geta alveg tekið undir með bæjarfulltrúa Margréti Sanders að það skiptir auðvitað máli að við sem ekki bera saman epli og appelsínur. En að því sögðu er alveg ljóst að mann þurfa ekki að velkjast í vafa þann samanburð þegar ríkið ákveður að setja einhverja skyldur á sveitafélögin sem að þýðir 75% útgjaldaaukningu út af einhverjum lið í undir velferðarmálum eins og varandi MPA samninga. Auðvitað er eðlilegt að við tökum þátt í því sveitafélögin að ýta þessu verkefni úr vör, en þetta fær mann auðvitað bara til þess að hugsa út í stóra samhenginu
sko hvernig raunverulega samskipti ríkis og sveitafélaga eru, hvernig þeim er háttað. Ég veit ekki til þess að sveitafélögin geti ákveðið sameiginlega mikið af einhverjum skildum sem er síðan falla á ríkið einhliða og þetta er umhugsunarvert. Sérstaklega í ljósi þess að eins og ég skil þetta þá ber okkur að sinna þessari þjónustu. Hvar stöndum við þá þegar við höfum ekki gert ráð fyrir henni í fjárhagsáætlunargerð? Eigum við þá að skilja þetta fólk eftir og hreinlega höfum við lagalega rétt til þess að veita ekki þessa þjónustu? Ég held ekki. En þetta er umhugsunarvert og áauðvitað við öll sveitafélög á landinu, ekki bara okkur. Nú orðið er laust varðandi fundargerð velferðarráðs, eru fleiri sem vilja taka til máls. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, þetta er áhugaverð umræða sem að hér fer fram þessa stöðu sem að verður til þegar að harðnar á dalnum og þá líka leið samskipti sveitafélaga sín á milli og samskipti sveitafélaga við ríkisvaldið. Þetta er auðvitað stór og verður viðfangsefni að takast á við. Það er ótrúlega margt í þessu sem að þarf að ræða og eins og bæjarfulltrúi Friðjón benti hér áðan, sko, það er einsleitni sveitafélaga er allt of lítil að minni hyggju. Sveitafélög eins og hér hefur verið nefnt inn á Reykjavíkursvæðinu hafa söngur leyft sér að bjóða upp á aðra þjónustu en önnur sveitafélög sem gerir það að verkum að þeir hafa þá fjármuni til annara hluta og þetta auðvitað þarf að skoða. Við erum hér með eitthvað sem heitir Jöfnunarsjóður sveitafélaga og mörg sveitafélög hafa hreinlega lifað á þessum jöfnunarsjóði til þess að reka sig. Ég minnist þess nú einu sinni einhvern tíma þegar ég var í starfi hjá sem formaður Verslunarmannafélags Suðurnesja að ég þurfti að aðstoða skjólstæðing sem átti ekki rétt í félaginu en var búsettur í öðru sveitafélagi, heldur Reykjanesbæ og ég benti honum á að hafa samband við sveitafélagi sitt og sækja þar félagslega bætur eða félagslega dagpenninga til þess að geta séð fyrir sjálfum sér. Og sá hinn sami átti erfitt með að gera þetta og þannig að ég ákvaða að ringja fyrir hann og þá fekk ég þau svör í viðkomandi sveitafélagi hér væri ekkert svoleiðis. Það væri bara ekkert verið að greiða einhverja félagslega bætur. Þannig að maður velti fyrir sér sko á sama tíma og mennur eru síðan fá margfalt meira út úr jöfnunarsjóði sveitafélaga heldur en önnur sveitafélög. Þá eru ekki verið að uppfylla þær skyldur sem við eigum að raun og vera að uppfylla. Og við erum sem sveitafélög eitt af þessum kjarnasveitafélögum á Íslandi. Þau eru verið nefnt nokkur, Reykjavík, Akureyri, við og í kringu þessi kjarnasveitafélög verða til, eða eru til minni sveitafélög sem að nýta sér þá þjónustu kjarnasveitafélagsins. Og það er ekkert óeðlilegt við það að það þurfa að skoða það með einhverjum hætti rekstur þessara kjarnasveitafélaga. Að það sé með einhverjum hætti bætt ef að menn geta leyft sér það að veit ekki þá þjónustu sem að þeim ber í raun og veru. Gætum við til dæmis bara sagt, nei við seljum bara félagslegu íbúðirnar okkar. Komum við svo bara í pening og förum að gera eitthvað fyrir þetta. Ég er ekki viss að því er vel tekið. En við þurfum, þessi umræða þarf að eiga sér stað. Það er auðvitað bara, gengur ekki að menn eða samfélag skuli geta leyft sér það að vísa bara fólki í annað sveitafélag til þess að fá úrlausn sinna mála. Þetta eru mjög stóra spurningar.
Bæjarfulltrúi Baldur velti líka fyrir sig hvernig stendur á því að við lendum alltaf í þessu. Við erum, sveitarfélag með mjög einhaft atvinnusvæði. Hér erum við að treysta, einu sinni treystum við á fisk og svo fóruðu menn með kvótan í burtu, seldan í burtu og hér var bara sveitarfélagi Sárun sem satt upp með íbúa sem höfðu ekki atvinnu. Við erum upplifað svipaða tíma núna. Hér ætluðu menn að græða á flugi og ætluðu síðan að nýta sér ágóðan í eigin þáu en þeir skilja eftir fullt af starfsmönnum í Sárum og við setjum upp með það. Það er ekkert val. Það er búið að fá fólk til þess að trúa því að það sé rétt að koma að hinga og búa hér og vinna við flug og ferðamennsku og það hefur síðan brugðist. Og það er bara á okkar forræði að hjálpa þeim einstaklingum sem í því hafa lent að tapa atvinnunni og reyna að styðja við þá eins og við getum. Þetta er nú kannski það sem við að glíma á þessu svæði og þess vegna hafa margir hverjir verið að tala að við þurftum að reyna að auka fjölbreytni atvinnu hér á svæðinu og ég tek undir það. Mér vantar að fleiri atvinnutækifæri hér sem að krefjast þess að fólk hafi menntun. Ríkið ekkert að hrúga hingað verkefnum eða þeir sem eru hér í yfirmannastöðum upp á flugvelli, þeir ekkert að taka þátt í þessu samfélagi endilega með okkur, þeir fara bara til Reykjavíkur. Þannig að við höfum ekki geta boðið okkar fólki upp á vinnu sem að krefst mikillar menntunar. Þannig að það er að mörg að hyggja þessu sem öðru. Þannig að mér finnst þetta fín umræða og vil gjarnan að við höldum henni áfram. Já, orðið er laust. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs varandi fundargerð velferðarráðs. Þá ber ég hann undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerð velferðarráðs vinsamlega skeiða merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst er það 5. liður á dagskrá fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 9. október og orðið er laust. Anna Sigríður Jóhannesdóttir við Basiljós. Forseti, bæjarstjórn og gestir, kemur undir lið 4, umsókn í forvarnasjóð. Það er óskar námsráðgjafi í Heiðaskóla að bjóða nemendum upp á fræðslu afleiðingar fíkniefnaneyslu og fyrirlesarinn verður Guðrún Dóra Bjarnadóttir geðlæknir og ítverðaði samtekið þetta erindi. Mér langar að nefna að þegar við nú búin að tala hérna mikið velferðarmál og lýðheilsumál á þessum fundi í dag, að fræðsla afleiðingar fíkniefnaneyslu ungmenna er ekkert annað en velferðarmál í okkar sveitarfélagi og hefur gríðarleg áhrif inn í okkar kerfi og álagið á barnaverndarnefnd, álagið á félagsráðgjafa og fleiri sem starfa í bænum sem snýr einmitt akkurat að þessari fræðslu eða í rauninni ekki kannski fræðslunni heldur afleiðingum neyslunar. Og þessi geðlæknir, Guðrún Dóra, er örugglega einn sá besti fagaðili til þess að ræða þessi mál og hún hefur komið hérna í einhverja nokkra skóla en líklega ekki alla og við höfum einnig fengið hana með góða fræðslu fyrir foreldra og það var vel mætt bæði fyrir foreldra grunnskólabarna og foreldra barna í FS og mér langar í rauninni bara að beina því til fræðslustjóra Helga Arnarssonar að taka þetta upp á skólastjórafundi að engin einn skóli þarf að sækja þessa fræðslu heldur ættu allir nemendur og unglingastig í Reykjanesbæ að fá þessa fræðslu. Þetta er gríðarlega mikilvægt, sérstaklega þar sem að þessi neysla hefur verið að aukast ekki bara hér heldur alls staðar á landinu og við þurfum að taka á henni eins og öðru lýðheilsu og velferðarmáli í okkar samfélagi. Takk. Orðið er laust fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs, Friðjón Einarsson og Basiljós. Forseti okkur til bæjarfulltrúar, mér langar svona vítt og breytt aðeins að ræða íþróttaráð. Ég ætla nú að byrja því að hrósa skýrslu vallarstjóra sem lagði verið fram. Það sem er farið vel
umhirðu knattspyrnuvalla hér í sveitarfélaginu og ánægilegt að vita. Þetta er sannlega eitt af besta ári hjá þeim. Það er sjaldan sem vellinir hafa litið svona vel út eins og þau hafi gert núna í ár. Og er það jákvætt og þetta er breytt fyrirkomulag sem við verið í nokkur ár og sýnir að þeim er fullkomlega treystandi fyrir þessu verkefni deildunum. Það er að standa sig mjög vel. Ég vil líka nefna það að sérstaklega að því að við fórum í ferð í 88 húsið nýlega undir leiðsögn Hafþórs Birgissonar, íþrótta- og tónlistarfulltrúa, sem vakti mikla athygli og var mikil ánægja með. Og þar kom vel fram hversu vel starfsmenn sinna verkefnunum þar og þá er ég sérstaklega að hugsa tillitið þess sem hér var sagt áðan forvörn og vinnu með þeim sem stundum ekki eiga skjól í íþróttarhefingunni. Við vitum það að þegar við horfum yfir sviðið frá 6-7 ára aldri upp í 18 ára aldrin, þá er það mjög stór hluti sem ekki stundar skipulagt íþróttastarf. 88 húsið hefur svo sannarlega sannað sig sem stórt tól og tæki til þess að aðstoða þennan hóp, bjóða upp á eitthvað annað. Af því að það er nú bara þannig að við erum ekki öll eins og við þurfum að hafa fjölbreytni í starfi fyrir okkar unga fólk. Og eins og við heyrðum fyrir í dag hjá ungmennaráði að þá er þetta sem skiptir máli og ég vil bara þakka fyrir það sem vel er gert í 88.000 og við þurfum að horfa kannski betur til þess eins og með forvarnir hugmynd Styrmi sem hann varpaði hérna fram að fá þennan hóp til að vinna með okkur. Þannig að ég vil bara þakka fyrir það starf og hvet okkur til að halda áfram á þeim vettvangi. Takk. Það eru fleiri sem kveða þessi hljós undir fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Ef svo er ekki þá ber ég fundargerðina upp fundinu til samþykktar þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skeiðmerki. Hún er samþykkt 11.0. Næstu tökum við á dagskrá 7. lið sem er fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 11. október og er orðið laust fundargerð menningar og atvinnuráðs. Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljós, gjör svo vel Friðjón. Forseti, ég ætla nú að biðjast afsökunar á því að vera stansast að koma upp í pontu. Það fyrir að vera þreytandi örugglega. En vona að menn fyrirgefi mér það. En starfsemi menningar og atvinnuráðs er farin af stað og er það gott. Þetta er stór vettvangur, mörg mál og spennandi tímar framundan. Stjórn ráðsins er einhuga að gera vel og hafa vorið skemmtilegar umræður frá fyrsta fundi. Menn eru svona að fóta sér dálítið áfram í þessu málaflokki. Það eru mörg ólík málefni sem við þurfum að kunna skil á og hefur forstöðumaður Súlunar Þórdís Ósk staðið sér mjög vel að upplýsa fundarmenn. Mér langar að nefna hérna að forstöðumaður Byggðasafnsins mun ekki taka það að sér að fara að vinna fyrir ritnefndina Keflavík sem við þekkjum vel, sem við höfum samþykkt fyrir nokkuð síðan. Þannig að það þarf aðeins að skoða það aftur. Það hefur verið að vinna í erindisbréfi menningar og atvinnuráðs. Við vorum ekki öll alveg sammála það og verið að skoða það aðeins betur. Menningarverðlaunin er á næsta leiti og ráðið ræddi tilnefningar og tók ákvað eða niðurstaðan kom fljótt í það mál sem ekki verið að rætt nánar hérna. Stefania Gunnarsdóttir, forstöðumaður Bókasafnsins, kom á fund ráðsins og hélt kraftmikla og harðorða kynningu fyrir okkur, kveikti marga elda og stóð sér frábærlega og gaman að sjá þegar forstöðumenn berjast heitt fyrir sínu málefni og án skilið miklar þakkir fyrir það. En hún er auðvitað að hugsa sitt verkefni, það er bókasafnið okkar, hver framtíð þess verður,
hvar verður bókasafnið, hvaða stefnu á að taka. Þetta er risaverkefni sem við þurfum að vinna vel, en eins og öll vita sem hér eru, að þá hefur hún staðið sig alveg sjálflega vel, hún Stefania, með bókasafnið, og þetta er orðið svona lifandi vettvangur í samfélaginu og hefur breyst frá því að vera tiltölulega lokuð stofnun í því að vera galopin, og allar þær uppákomur sem hafa verið þarna á síðastliðnu ári og eru framundan er virkilega til fyrirmyndar, og á hún hrós skilið Stefania og starfsmenn safnsins fyrir það. En það er sérstaklega áhugavert og gaman að hlusta á forstöðumenn sem berjast fyrir sinn málaflokk af eins miklum krafti eins og Stefania gerir. Ég myndi það eins á fjármálaráðherra og ferðamálaráðherra áðan og þreytist kannski ekki á því, en það er það hlutverk okkar sveitarstjórnarmanna að kalla á fé og viðhalda jafnrétti á jafnræði á milli sveitarfélaga. En árið 2015 var gerður samningur milli Markaðsstofu Reykjanes og Reykjanes Geopark og Reykjanesbæjar um rekstur og uppsetningu upplýsingamiðstöðvar. Samningurinn var formulega endurnýjaður árið 2016, en síðan þá hefur hann gilt nema tilkomi uppsögn að hálfu einhvers hlutað eigandi. Ferðamálastofa hefur nú gefið út að það sé verið endurskoðað úthlutað á því fjármagni sem runnið hefur til svokallara landshluta-miðstöðva, það á meðal okkar Reykjanesi. Ekki hefur verið tekin ákvörðun að úthluta fjármagni til landshlutana fyrir næsta ár. Og nú spyr ég og bið ykkur sem hafa ítök hjá fjármálaráðherra og ferðamálaráðherra, það er að segja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, að íta nú á að ekki enn á ný þurfum við að lenda í stríði við ferðamálastofu sem við höfum þurft að heyja á undanförnum 2 árum. Nú er það ekki svo að ég sem er Bjarna Ben á heilunum, heldur er þetta staðreynd sem byggist á tölum að ferðamálastofa hefur klipið á okkur endalaust. Það er styttri leiðin hjá Sjálfstæðisflokknum að hafa samband við þetta fólk heldur en fyrir mig. Þannig að ég bið ykkur enn á ný að hafa samband við þessar ráðherra og þingmenn til að snúa þessu við. Á fundi með þingmönnum eftir núna nýverið í kjördæmaviku ræddi ég þetta við þingmann Sjálfstæðisflokksins þar sem þeir hjálpuðu okkur í fyrra þegar átt að klípa þetta á okkur eða klípa sambarilegan hlut. Þá tókst þingmönnum að stoppa það. Nú hvet ég ykkur aftur til að hafa samband við þingmenn og ráðherra til að stoppa þetta. Annars þurfum við að segja upp starfsfólki vegna þessa. Og þá ef við tölum það að sýna ráðfeldni og fagmennsku í rekstri sveitarfélagsins, að þegar ríkið hættir að styðja eitthvað verkefni hjá okkur, þá ekki skyldu okkar að segja því starfsfólki upp. Ég bara spyr. Þannig að ég ætla að biðja ykkur, kæru fulltrúar, að sjá nú til þess að það veri ekki klipið á okkur enn á ný. Já, fyrst langar að segja nokkur orðvarandi það sem að bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson myndist hér á. Það er nú samt sem áður örstutt. Fyrsta, ég auðvitað bara hlakka til að sjá menningar og atvinnuráð í aksjón sem maður slettur nú aðeins hér úr ræðustól. Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að við förum að sækja á. Við þurfum að sækja inn á svæðið fjölbreytt atvinnulíf. Það hefur verið of einsleitt hér á svæðinu. Það eru önnur sveitarfélög að gera. Meiri hlutin að bregðast við því meðal annars með því að setja þetta á oddinn og þarna hæft og öflugt fólk. Auk þess sem að sveitarfélagið held ég að sé bara mjög vel mannað til þess að fara og sækja á. Að þessu sögðu þá get ég líka tekið undir það, við þurfum að brýna pólitíkina svo við sitjum við saman borð. En ég hef líka heyrt það
Við mögum líka vera duglegri að sækja í sjóði. Þeir eru fjölmargir, við mögum passa okkur á því. Það er mikið af flottum verkefnum sem að hér hafa sprottið upp á Suðurnesjum. Vert að halda þeim á lofti, sækja styrki til nýsköpunar, markaðsmála, ferðamála, lýðheilsumála og við þurfum að standa vel að slíkri vinnu, setja fram faglegar og vel ígrundaðar tillögur og umsóknir til þess að fá slíkt samþykkt. Ég veist ekki það að okkar ágæta fólk mun gera það. Hvetja fólk til dáða og sækja frekar á varðandi atvinnumálin hér á Suðurnesjum á næstunni. Orðið er laust fundargerð menningar og atvinnuráðs. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Margrét Sandes hefur hvað til hljós. Gjör svo vel, Margrét. Forseti, bæjarstjórn, góðu gestur. Það er hérna menningar og atvinnuráð og yfirmaður þess er forstöðumaður Súlunnar. Ok, en það sem ég langaði að nefna hér að því við erum að tala að þetta skiptir svo miklu máli að vera með atvinnumálaráð eða atvinnuráð og það sé að gera svo góða hluti sem er frábært og það er bara fínt. En þegar þið horfið á allir þessi 7 mál eða 6 mál allavega sem að maður er búin að vera að skoða, þetta er allt menningamál. Þetta er allt menningamál. Og við erum að tala að sé aukið atvinnuleysi en það er allavega í bókun er þetta allt menningamál. Ég get ekki séð það betur, eða horfi á það þannig og séð ekki alveg að þessi tala mikið atvinnumál. Megin ástæða þess að ég kem inn upp er undir 7. lið, varðandi Stefaníu Gunnarsdóttir, forstöðumanns bókasafns Reykjanesbæjar og vil taka undir að þarna erum við með öfluga forstöðumann, gríðarlega öflugan. En það sem ég sakna, og það er ekki forstöðumannsins, heldur okkar hér, það er að sjá hver kemur til með að stýra gullsleikna bókasafninu við Stapaskóla. Nú er það þannig að bókasöfnin í skólunum eru á höndum skólana sjálfra. En það er gríðarlega stórt svæði og menn voru að tala um að þetta bókasafn sem að verður í Stapaskóla, vantarlega ekki búið að ákveða það en hugsanlega kannski, að það verði fyrir innrakverfið og þarna kemur aðstaða fyrir innrakverfið. Þannig að eins og þið sem áður voru í bæjarstjórn hafið verið að nefna það að þetta verði ekki bara skólabókasafn. Og er það þannig að Stefanía Gunnarsdóttir verði þá yfir því bókasafni líka eða er það undir forræði skólans? Mér finnst þetta einhvað sem að taka ákvörðunum eða fara í vinnu í strax. Og ég velti fyrir mér hvernig, og væri gott að skoða, hvernig er þarna samstarf á milli bókasafna, í fyrsta lagi bókasafns Reykjanesbæjar, þar sem Stefanía stýrir, og síðan allra skólana sem eru með sín bókasafn væntanlega, og síðan erum við núna að byrja með annað. Þannig mér skipta máli að við horfum í heildina þegar verið er að spá í svona framtíðarsýn og hún er auðvitað bara að horfa á það sem hún er forstöðumaður fyrir eðlilega og þá er það svolítið okkar að stíga inn í og fara að tala um annað, ekki fyrir að ráða annan forstöðumann inn í innrakverfinu. Ég held að þetta sé algjör samlegðaráhrif þarna og þarf að vera miklu meiri samvinna. Og eins samkvæmt því sem að fulltrú okkar í Súlunni, ég klæmist alltaf á þessu, menningar og atvinnuráði Reykjanesbæjar talar að þá verður að vera miklu meiri samvinna á milli allra þessara forstöðumanna, viðskiptaþróunar, forstöðumaður, menningar, allavega eins og okkur var kynnt þetta, að í fjárhagsáætlun þá er verið að tala um ýmis myndbönd og menn eru með frábæra hugmyndir og við erum með gríðarlega öflugt fólk. Þannig að það samlegðaráhrifin þurfa líka að sjást þarna, að menn sé að vinna þetta saman, að því að markmið er kannski til dæmis með þessum myndböndum eða því sem að menn ætla að vinna er það sama og þá þætti okkur allavega gott að sjá að menn sé að vinna það saman. Og þá er það alltaf auðvitað forstöðumaður sem hún er líka forstöðumaður, fyrirgefðu. Það eru forstöðumennir og forstöðumaðurinn. Hún er forstöðumaður yfir forstöðumannunum sem eru þá forstöðumenn. En allavega ég er að tala um Þórdísi forstöðumann yfir Súlinni, að hún þá stýrir hinum forstöðumannunum.
til þess að vinna þá meira saman og skapa samlegar áhrif. Takk. Já, þetta er áhugaverð umræða. Við langar að bæta aðeins við hérna varandi menningamálin. Vegna þess að bæjarfulltrúi Margrét Sanders tók réttilega fram að megin þorra þeim málum sem að komu fram í fundargerð voru menningamál. Og það vil svo skemmtilega til að menningarmál er að skila íslensku samfélagi gríðarlegum arði. Menningamál eru atvinnumál. Það er kannski gleggst að nefna kvikmyndagerð í því. Söfnin okkar eru auðvitað atvinnuskapandi. Þannig að mér sýnist einmitt menningar og atvinnuráð passa ljómandi vel saman. Og fagna bara því að 6 af 7 málum í þetta skiptið skulle vera menningamál. Nú orðið er laust og Baldur Gummason hefur hvassi hljóðs. Gjör svo vel, Baldur. Já, heiluðar forseti, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og Bjössi. Aðeins að fjalla bara almennt þessa fundagerð því að hafa farið í ræðu Friðjóns sem er sem sagt formaður. Við tókum smá umræðum þetta á síðasta bæjarstjórnarfundi. Þetta svona þessi flumbrugangur sem var þar á og kom inn á það að það er eiginlega bæjarstjórnar eins og bæjarmálasamþykkið líti út í dag. Það er eiginlega bæjarstjórnar að velja formenn, ekki ráðið. Þannig að það var tvennt sem gerðist síðast hjá menningar- og atvinnuráði. Þeir kusu formann á sínu fundi sem var ekki fulltrúi í ráðinu og þannig að ég hefði haldið að það hefur undirbúið núna að klára þetta og við höfum bara kosið Friðjón sem formann og ekkert að því. Þetta er svona smá bara praktískt mál sem að hefur verið hægt að hafa í betra lagi. Nema hvað, Friðjón spurði, ber okkur ekki skylda til að segja einhverjum upp ef að ríkið styrkir ekki málefnið? Ég ætla bara að svara því nei. Það er ekki að skipta öllu máli sko með hvaða starfsfólk sem er hjá bænum. Við verum að hafa forsendur fyrir ráðningu starfsfólks og líka ef við viljum segja því upp. Það á ekki vera beintenging þar á milli, það er bara ósanngjarnt. Ég ætla aldrei að kaupa það. Þetta kemur til út af þessu lið 7, fjárveitinga geoparksýningar. Þar kemur fram að þetta er 3-liða samningur sem er á bakvið þetta starf þá væntanlega, ég man ekki hvort þetta var hálft starf eða hvernig það er. Samningur milli Markastofu Reykjanes sem við komum að, þetta er okkar, Reykjanes Geopark sem er okkar og Reykjanes Bær sem eru við. Rekstur og uppsetningu upplýsingamiðstöðar og síðan hefur hann gilt nema komið til uppsagnar. Þetta er bara klárt. Síðan kemur klausa það að ferðamálastofa sem er þá væntanlega ekki aðila þessu samningi. Allavega get ég ekki lesið það út úr þessu og held að sé ekki. Ég held að ferðamálastofa styrki markastofuna. Ég semst að komi peningu þar í gegn. Að þeir eru að endurskoða úthlutun á fjármagni sem runni hefur til landslutamiðstöðana og það hefur ekki verið tekin ákvörðun um útluta fjármagn til landslutana fyrir næsta ár. Þetta er ekki klárt. Þannig að þá vantar kannski í söguna hver er afstæð okkar. Hvað viljum við gera með þetta? Viljum þá einmitt, ég vil ekki segja að okkur beri skylda til að segja neinum upp, heldur viljum við halda þessu verkefni áfram. Skiptir þetta máli fyrir okkur, þá getum við selt þá hugmynd til ferðamálastofu eða til yfirvalda eða eins og hefur verið tíðrætt að ég myndi bara skottast yfir í ráðuneytið til Bjarna Bena því að við erum svo miklu vinnir. Við höfum heyrt þetta áður að það sé alltaf ykkur sem eigi ráðherra. Þetta hefur umræða sem komið reglulega upp. Ég hef ekki áhuga á henni.
við Bjarni erum ekkert alveg einhverju perlu vinir og ég geti bara selst í vasanast þegar mér sýnist að þegar við erum í sama flokki. Þetta virkar ekki alveg þannig. Eða ég geti boðið Jóhanni Friðrik og við skottumst inn ganginn til Lilju og náum í peninga því að ég er að vinna með Lilju og þau eru saman í flokki og þannig að þá verði þetta bara fínt. Þetta er ekki alveg þannig. Við erum bara með verkefni og ef verkefnin eru verðug þá eigum við að finna peningi hvort sem við borgum fyrir það eða fáum ríkið til að taka þátt í þessu með okkur. Allavega lítur þetta þannig út fyrir mér. Þannig að ef okkur finnst að við eigum að halda þessu úti, þessari geoparksýningu þetta niður frá með upplýsingamiðstöð, þá gerum við það og finnum fjármagn í það. Orðið er laust. Friðjón Einarsson hefur kassi hljóðsker svo vel Friðjón. Forseti, ég vil benda bæjarfulltrúum á að skoða skýrslu Stefaníu framtíðar bókasafnið en þar kemur meðal annars fram að bókasafnið skal tryggja almenningi jafnan aðgang að upplýsingum. Aðalsafnið í Keflavíkurhverfi verði eflt og unnið að því að ná til íbúa innri Njarðvík og Ásbrú með útibúi. Það er að segja að það safn sem fyrirhugaður er, bókasafn sem fyrirhugaður er í Njarðvíkurhverfi að það verður undir bókasafn okkar. Hvernig nánar fyrirkomulag verður sem skólabókasafn og almenningsbókasafn er í skoðun og það mun vonandi koma fram fljótlega. En það hefur komið ljós að í þjónustukönnun sem gerð voru við bókasafnsins að flestir þeirra aðilar sem koma í bókasafnið búa í Keflavíkurhverfi. Þannig að það er ljóst að við þurfum aðeins að herða róðurinn í öðrum hverfum sveitarfélagsins. Mér varst athyglisverð þessi umræða oddvita sjálfstæðismanna að tala það að á þriðja fundi þessa ráðs sem er fyrsta skipti svona ráð sem ráði er sett af stað, það er splunkunni starfsmaður og þá er verið að agnúast út í það að flest málin á dagskrá eru menningamál. Það er ansi merkilegt. Við erum með þetta nýtt fólk í ráðinu og nýja forstöðumann og það er svona verið að agnúast eitthvað út í það. Ég mjög undrað á þessu. Kynning á verkefnum Súlunum var fyrsta mál á dagskrá þar sem farið var yfir atvinnumál meðal annars. Kynning á helstu málum og þeim verkefnum sem Súlun er að vinna að. Markmiðið er að reyna að hafa þetta ráð mjög faglegt og markvisst og hugsanlega verður niðurstaðan svo að við fjöllum sérstaklega ákveðin mál á hverju fundi þannig að næst getum við verið að tala ferðamál. Nú eða atvinnuþróun, styrkumsóknir, hvað eina sem við erum að fást við, eða starfsmenn ráðsins er að fást við og þannig að ég ætla að biðja menn ekki að vera uppfullir af því að þetta séu bara menningarmál sem verður að ræða. En menning er auðvitað atvinnumál. Ágættur bæjarfulltrúi Gunnar Þórarinsson hefur hvað til hljóðsker svo vel Gunnar. Vilji forseti, ágættur bæjarfulltrúar og gestir. Mér finnst þessi umræða snúast tvennt aðalega. Það er annars vegar þarfir bæjarfélagsins og hins vegar að ríkið skuli útvega peninga. Það vantar auðvitað eitt í þessa jöfnu að þetta heitir nú atvinnu og markaðsráð eða menningaráð, segi ég, að þá er ekki talað neitt fyrirtæki út í bæ sem eiga að koma eða eflast. Við þurfum auðvitað að taka þátt í því að byggja hér upp atvinnulíf með einum eða öðrum hætti. Og ég sakna þess í þessari fundagerð að það er ekkert fjallað það. Það er eins og menn eigi bara að fara bónleiðina til ríkisvaldsins til þess að ná í peninga. Peningar
koma ekkert endilega þaðan og þeir vaks ekki heldur á trjánum. Við þurfum að hafa fyrir þessu og við þurfum að laða til okkar atvinnufyrirtæki sem að bæði skapa verðmætavinnu en einnig að þau styðji við bakið á ýmsum verkefnum sem ég hef verið að gera og fara fram á að sé gert. Það er eitthvað sem við þurfum að gera og leggja miklu meiri áherslu á. Ég sakna þess að þetta sé ekki hérna í neinu skilningi. Bæjarstjóri hefur kastið ljós, gjörðu svo vel Kjartan Már. Forseti, aðeins út af þessu, þá finnst mér rétt að taka fram og upplýsa bæjarfulltrúa og minna menn á að Súlan sem eining hefur starfað í 2 vikur núna, á nýjum stað. Þetta var fólk sem var svona á nokkru stöðum í kerfinu og var ekki undir sama þaki og það er svona verið að slípa annan hóp til og saman. Þetta er hvað annar fundur eða ekki, annar eða 3. fundur. Þannig að ég hlakka bara til að sjá þegar liðsheildin hefur verið mynduð, verkaskipting orðin skýr, allir konur svona vel inn í það sem þeir eru að fást við að sjá árangurinn þá. Þannig að ég allavega hef miklu trú því að þetta verði bara hið besta mál. Annað, varðandi upplýsingamiðstöðuna og framlag ferðamálastofu, þá skil ég málið þannig að þeir eru að velta fyrir sér því hvort að upplýsingamiðstöðar í þeirri mynd sem að við þekkjum þær séu úrelt fyrirbæri eða sé að verða úrelt fyrirbæri. Það er að segja að ferðamenn lappin á einhvern einn stað til þess að taka bæklinga eða safna upplýsingum eða spyrja til vegar eða hvernig það nú er. Og það tengist náttúrulega snjalltækjum við 4. iðnbyltinguna og internetinu og því öll saman. Ég skil þetta mál þannig. Það eru sveitarfélög á Íslandi sem eru mjög stórir áfangastaði ferðaþjónustaðala eins og til dæmis Stykkishólmur sem rekur ekki upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn. Heldur er eingöngu með öfluga vefsíðu þar sem að ferðaþjónustu eða ferðamenn geta sótt sér allar upplýsingar allar sólarhringinn og þeir eru með ákveðna staði í sveitarfélaginu þar sem að netagangur er frýr. Við Þórdís höfum aðeins rætt þetta, hvort að þetta sé í rauninni þá framtíðin fyrir okkur og ákvörðun í því hefur ekki verið tekin. Hins vegar er gestastofa jarðvangsins annað mál. Þetta eru 2 mál en ekki þó þetta sé undir einu og sama þakinu. Þá gerir UNESCO, stofnun Sameinuðu þjóðanna, þá kröfu til þeirra jarðvanga sem fá UNESCO vottun eða fá að nota þann afl og standast þær kröfur. Að UNESCO gerir þá kröfu að það sé rekin gestastofa og að ferðamenn eða áhugasamir aðilar, hvort sem það eru ferðamenn eða fræðimenn eða nemendur eða hver, að þeir geti komið inn á einhvern einn stað, fengi góðar og skýrar upplýsingar fyrir hvaða viðkomandi jarðvangur stendur og fengi fræðslu upplýsingar það þar. Mér finnst spurningi snúast það hvort að Reykjanes jarðvangur ætlar að halda áfram að halda út í gestastofu eða ekki og þá er spurningin hvort að við sjáum ástæðu til að vera með upplýsingamiðstöð ferðamanna á sama staði í framtíðinni. Ég hef sagt einhverjum eitthvað frá því að í sumar þá komi hér eftirlitsaðilar frá UNESCO, úttekt-aðilar, til þess að gera svona aðra úttekt á jarðvangnum okkar með tilliti til þess hvort að staðið hefði verið við þær fyrir allanir sem að lagt var upp með þegar hann fekk UNESCO stimpilinn 2015. Svo eru gerðar úttektar á 4 ára fresti. Við þeim samtölum sem ég átti við þessa 2 erlenda aðila, annar var grískur og hinn frá Japan, og skynjaði ég það að þeim fannst þessi gestastofa sem rekin er í dús, þeim fannst ýmislegt ábótavant og hana til sem gæti staðist undir þeim væntingum sem að UNESCO gerir til slíkra stofa. Og Grikkinn sagði við mig, ef að þið værið með alla húsalengjuna
undir gestastofu. Þá væri þau svona nálgast verkefnið og með þrívíddarbíó og með svona og hinsegin. Eins og gert í öðrum jarðvöngum sagðan, þar sem eru kannski 1 milljón þjóðir á bakvið slík svæði. Þannig að ég býð bara spenntur eftir að sjá hvað kemur út úr skýrslan. Mér að vitandi ekki komin og niðurstöður úttektarinnar liggja ekki fyrir, en það er eitthvað sem segir mér að það verði gerðar athugasemdir við þessa gestastofu sem þarna hefur þó verið rekin í 4 ár. Þriðja máli sem ég langar að koma hér inn að gefnu tilefni út af bókasafninu í Stafholtsskóla, að við erum að ræða þetta líka. Það hafi ekki verið svo sem engar ákvarðanir teknar, en byggingarnefnd Stafholtsskóla situr nú hér öll á þessum fundi og væntanlega mun máli koma inn á hennar borð þegar svona í fyllingu tímas. En til að byrja með sjáum við ekki annað en að bókasafnið verði skólabókasafn fyrst og fremst. Vegna hvers það? Jú, það er vegna þess að inngangurinn inn í það, í þessum fyrsta áfanga sem við erum að byggja núna, er eingöngu úr skólan. Aðal inngangur inn í skólan kemur ekki fyrir í öðrum áfanga byggingarinnar þegar íþrótthúsið verður byggt. Og þá verður hægt að gera það almenningsbókasafni og hleypa íbúum inn þeim megin. Annars þarf að hleypa íbúum inn á bókasafni í gegnum skólahúsnæði og ég svona efast að sú leið verði talin fær af skólaauðvöldum. Það kann þó að vera, en við erum að fara að ræða þetta aftur og ég hitta bæði Stefaníu og Grófu skólastjóra og fleiri. Núna, ég man ekki nákvæmlega hvenær, en það er bara alveg á dögunni þar sem við þurfum að fara yfir þetta mál. En mér þætti ekki ólíklegt að niðurstaðan yrði þessi að til að byrja með þetta skólabókasafn og þegar að aðstæður og byggingin leyfir að þá verður þetta gert að þessu framtíðasafni eins og við sjáum það, sambland af skólasafni og almenningssafni. Hver kemur til með að stjórna því að ráða það? Ég trúi því að það sé búið að finna út úr því annar staðar og við þurfum þá bara að horfa til þess hvernig það hefur verið gert og er gert á öðrum stöðum. Finnum út úr því. Fleiri sem vilja kveða sér ljós, Friðjón Einarsson, svo vel. Það er áhugaverð umræða, forseti afsakið, áhugaverð umræða og gaman að hún skulle eiga sér stað. Eftir 2 fundi atvinnuráðs og þá gagnrýna menn ýmislegt og það er eins og þessi fullskaparáð að við hoppa út úr með alla sína reynslu, en svo nú ekki, og þakka ég bæjarstjóra fyrir hans orð og útskýringar sem þar á við. Ég vil líka þá beina þeim orðum mínum til fulltrúa minnihlutans að þeir hvetji sína fulltrúa í ráðinu til að leggja mikið til málana og koma með þá hluti sem þeim finnst gagnrýnisvert. Til dæmis vil ég láta ykkur ágætu bæjarfulltrúar allir vita að við sendum út boð á ráðstefnu nýsköpun sem við hvöttum bæjarfulltrúa til að mæta, en það fór nú svo að það mætti nú bara einn nýsköpun, það sem meðal annars var verið að tala nýsköpun í Reykjanesbæ, fjármögnun verkefna, kynning á verkefnum, og þar var vinnudagur frá klukkan 11:30 til klukkan 5 og síðan var ráðstefnun í 2 tíma. Þetta var sent á alla bæjarfulltrúa og áhugi bæjarfulltrúa virðist ekki vera mjög mikið á þessu. Menn hafa kannski ekki haft tíma, ég veit að menn get ekki sinnt öllu, en það er mikill kraftur í nýsköpun hérna hjá á Suðurnesjum og mikið að vera, og á þessari ráðstefnu voru 45 aðilar sem sýna áhuga á nýsköpun, hvar á að finna fé. Þetta var í samstarfi við Hekluna og Uppbyggingarsjóð Suðurnesja og Eignaðarfélag Suðurnesja og vakti mikla athygli hvað mikill kraftur var í þeim einstaklingum sem þarna mættu. Mjög áhugavert. Það hefði náttúrulega verið gaman að sjá einhverja stjórnmálamenn mæta þar, en það var jú bara sá yngsti sem mætti, Styrmir. Takk. Og þú? Og þú?
Já, ég verið að taka undir með Friðunni einu sinni bæjarfulltrúa að mér skilst að þetta hafi verið verulega vel heppnað. Sleitt að ég skildi ekki hafa komist. En það er nú einu sinni þannig að nú þegar dregur aðeins saman, við sjáum atvinnuleysi aukast hér á Suðurnesjum. Hagsveiflan er svona á niðurleið. Þá vitum við hvað gerist. Fólk leitar í nám og fólk fer að velta fyrir sér nýsköpun, ýmiss konar. Þá held ég að sé einmitt tækifæri til þess að hlúa að því enn frekar eins og svo sem hefur verið gert hér áður. Meðal annars þegar herinn fór og í þeirri niðursveiflu sem við munum flest eftir, þá var einmitt sett hér nýsköpunarsetur í gang með góðum árangri. Út úr því hafa komið flott og öflug fyrirtæki. Þannig að ég vænti þess að bæjarfélagið og hagsmunaaðilar muni einmitt setja í gírinn. Ja, þessu tilefni líka með einnig. Orðið er laust, fundargerð menningar og atvinnuráðs, eru fleiri sem vilja kveða sér ljós. Ef svo er ekki, þá ber ég fundargerðina upp við fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skeiði merki. Hún er samþykkt 11.0. Nú, síðast á dagskráni hjá okkur í kvöld er 7. liður, kosning varafulltrúa í fræðsluráð, en með leyfi fundarins Guðbjörg Ingimundardóttir hefur beðist lausnar sem varamaður í fræðsluráði í Reykjanesbæ og óska ég eftir tilnefningu í hennar stað. Við tilnefnum Alexander Ragnarsson. Eru fleiri tilnefningar? Ef svo er ekki, þá telst Alexander Ragnarsson rétt kjörinn sem varamaður í fræðsluráði Reykjanesbæjar. Nú, þá er dagskráin tæmd og gerir nú hlé á fundi svo hægt sé að ganga frá fundagerð.
Fundagerð 574. funda bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldin í Merkinesi Hljómahöll 15. október 2019 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Baldur Þótt Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þóransson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Ólafur Sandes, Styrmir Gauti Fjellsteð, Margrét Þóransdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og forseti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta máli fundagerði bæjarráðs frá 2. og 10. október. Forseti gaf orðalaust fundagerðirnar og til máls tók Friðjón Einarsson, Baldur Þótt Guðmundsson, Gunnar Þóransson og Guðbrandur Einarsson og fundagerðirnar samþykktar 11:0. Annað mál fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. október 2019. Forseti gaf orðalaust eftirfarandi liði fundagerðarinnar frá 4. október til sérstakra samþykktar. Þriðji liður fundagerðarinnar ný aðkoma mót. Breyting á deiliskipulagi var samþykktur með 11 atkvæða án umræðu. Sjötti liður fundagerðarinnar Mardalur 16-34 fyrirspurn var samþykktur með 11 atkvæða án umræðu. Og 12. liður fundagerðarinnar Leirdalur 22-28 breyting á deiliskipulagi var samþykktur með 11 atkvæða án umræðu. Forseti gaf orðalaust fundagerðinu og til máls tóku Baldur Þór Guðmundsson og Kjartan Már Kjartansson. Fundagerðin samþykkt að öðru leyti 11:0. Þriðja mál var fundagerð lýðheilsuráðs frá 9. október 2019. Forseti gaf orðalaust fundagerðina. Til máls tóku Anna Sigurður Jóhannesdóttir og til máls tók Margrét Sandes Sjálfstæðisflokki lagði fram eftirfarandi bókun. Með leyfi forseta þá mun ég ekki lesa bókunin en hún barst rafrænt. Og til máls tók Jóhann Friðrik Friðriksson, Friðjón Einarsson, Baldur Þótt Guðmundsson og Guðbrandur Einarsson. Fundagerðin samþykkt 11:0. Fjórða mál fundagerð velferðarráðs frá 9. október 2019. Forseti gaf orðalaust fundagerðina. Til máls tóku Guðný Birna Guðmundsdóttir, Baldur Þótt Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Margrét Sandes, Jóhann Friðrik Friðriksson og Guðbrandur Einarsson. Fundagerðin samþykkt 11:0. Fimmta máli fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 9. október 2019. Forseti gaf orðalaust fundagerðina. Til máls tóku Anna Sigurður Jóhannesdóttir og Friðjón Einarsson. Fundagerðin samþykkt 11:0. Sjötta máli fundagerð menningar- og atvinnuráðs frá 11. október 2019. Forseti gaf orðalaust fundagerðina. Til máls tóku Friðjón Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Sandes, Baldur Þótt Guðmundsson, Gunnar Þóransson og Kjartan Már Kjartansson. Og fundagerðin samþykkt 11:0. Sjöunda máli kosning varafulltrúa í fræðsluráð. Guðbjörg Ingimundardóttir, varamaður í fræðsluráði, hefur sagt sig úr nefndinni. Í hennar stað er lagt til að Alexander Ragnarsson taki sæti hennar og var hann sjálfkjörinn. Ágætu bæjarfulltrúar, þá liggur fundagerðin fyrir. Beri hana undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundagerðina vinsamlega skefið merki. Og það eru allir bæjarfulltrúar sem samþykkja hana. Og þakka ykkur þá fyrir. Eigið gott kvöld og slít ég hér með fundi.